Komið sæl, það sunnudagur og sýnir Egil Silsa hér á Samstöðinni. Hjá okkur eru 3 gestir, það Svanborg Sigmarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar, Þórður Gunnarsson hagfræðingur og Sanna Magdalena Mörtundóttir, borgarfulltrúi Sósíalista, og við sitjum hérna hvorum á öðrum bræðinir. Nú það svona skemmtilegt umræði núna, það stjórnmálin, það hérna, að byrja á botninum, að byrja að tala Vinstri græn. Hvað finnst ykkur að flokkur sé komin niður í 3,3, formaðurinn flúinn, þetta bara strandaskip? Náttúrulega skiljanlegt með við bara hvernig þau hafa verið að vinna á þingi eða svona hafa sér á þinginu. Þetta náttúrulega flokkur sem gaf sig út fyrir að vera svona vinstra megin og tala fyrir þeim gildum og hefur síðan ekkert verið að starfa eftir þeim gildum. Þannig að það alveg eðlilegt að skoðanakannanir séu svona í takt við það, myndi ég nú segja. Já, að það sem sagt því fjær sem að fara eigin markmiðum og skoðunum því meira mingar fylgið. Einmitt, og ég hef svona mikið verið að hugsa þetta í svona stærra samhengi. Við bökkum nokkur skref og bara hvernig getur flokkur einhvern veginn breyst svona rosalega mikið. Þú veist, byrjað alveg í einhverju svona með skýr markmið og svo einhvern veginn farið bara algjörlega, tekið bara svaka viðsnúning og bara farið að starfa eins og hægri flokkur. Þannig að leiðin tilbaka hlýtur að vera mjög erfið. Já, mitt og löng. Það svo margt til að líða út af. En Svanborg, þú stjórnmálafræðingur líka. Já, ég veit ekki alveg hvort ég tek undir það sem að Sanna segir að hún sé orðin alveg hægri flokkur. Þrátt fyrir það er komin langt frá kannski eigin markmiðum. Komin langt frá eigin kjarn og þurfa að verja sig alveg rosalega mikið og síðan bætist við að Katrín er farin, er ekki lengur leiðtoginn, þau eru ekki lengur með forsætisráðherra stólinn. Þetta er náttúrulega búið að vera erfiður vetur fyrir VG í skoðanakönnunum. Þau eru búin að vera þarna í kringum 5%, fara undir 5% í einhvern tíma. Virka með fullri virðingu fyrir Guðmund Inga svolítið leiðtogalaus. Það margir sem að horfa til Svandísar að hún nái einhvern veginn að sparka krafti í þennan vinstri flokk aftur. Ekki síst bara vegna þess hversu óvinsæl hún er meðal sjálfstæðismanna. Og það mun að sjálfsögðu auka enn á getuleysi þessara ríkisstjórnar til þess að koma á nokkurum skapuðum hluti í verk, sko. Já, sko, það sem Sanna sagði áðan, sko, það finnum eftir í hvernig þú lítur á það, menn það sumum sem eru svona hægra megin í lífinu, sko, finnst þetta bara að vera vinstristjórn og það er ekki síst það út af veru vinstri grænna þarna í stjórninni. En ég held bara að vinstri menn séu nú kannski svona akkurat þessi stundina að flykkjast í meiri mæli til Samfylkingarinnar. Ég held að það hljóti að skýra þetta eitthvað litið. Hún er hvað, 30% eða eitthvað svoleiðis. Og þeir sem eru hata sér til vinstri í sínum skoðunum kannski sjá þá sem að leiða þann flokk í augnablikinu líklegri til að ná einhverju meiri árangri heldur en mannvalið í vinstri grænum akkurat núna. Ég held að það sé mjög líklegt að Svandís verði næsta formaður. Og ég held að henni líði bara vel með Vinstri græna í 6-8% og vera bara í látum í stjórnarandstöðu. Ég held að VG verði að vera áfram á þingi, ég held að séu að mörguleyti mikilvæg rödd inn á þingi. Þau sjónarmið sem heyrast þar bara til að sé eitthvað svona balans í málum og ég sé nánast aldrei sammála en þetta bara svo umræðan sé bara á sem breiðustum grunni. En ég skil ekki í þeim að ætla ekki að halda inn á landsfund fyrir í október. Akkur gera þetta ekki bara eins fljótt og þið bara kannski ná einhverju frumkvæði og einhverju plássi í fjölmiðlum. Ég held að það væri skynsamlegar fyrir þau. Eins og maður sagði síðasta lagi í september eða ágúst. Það er betra að rykkja plásturinn heldur en taka henni að hafa í róleitum. En eins og með formanninn, hann Guðmund Mumma, þú veist það er alltaf að tala eins og hann sé starfandi formaður af því að hann einhvern veginn hafa allt í henni bara tekið svona óvænt við en ég meina hann er formaður. Það er alltaf talað þetta í fjölmiðlum eins og hann sé svona ekki alveg formaður, starfandi formaður. Já, hann hefur náttúrulega ekki verið kjörinn formaður, hann var varaformaður sem að verður síðan formaður af því að formaðurinn fer frá. Og ég er ekkert viss að það séu allir 4 sem er eftir í VG séu sáttir við að sko, hann sé formaður. Já, en hann er það núna. Já, hann var kjörinn varaformaður, þannig að þú veist það er að leta gera ráð fyrir. En hann hefur ekki fengið umboð. Ekki umboð sem formaður. Vanalega þegar menn lendi í þessu eða konur, þá vilja þau fá sem fyrst kostingar til þess að fá raunverulegt umboð því að meðan ertu í svona millibili og það er óljóst umboðið hans og það er vond staða fyrir bæði hann og flokkinn. Kannski hann kallar þetta því að það er svona kannski ganga flestir út frá því að hann verði ekki formaður þegar að verði. Ég geng reyndar út frá því að hann verði formaður. Já, það getur verið, kannski er verið að vanmeta hann, en mér finnst hann ekki, hann er búin að vera sér lengi í þessari pólitík núna og hefur kannski ekki
er vænsti maður og allt það og klárar og svona, en mér finnst það ekki hafa verið mikill kraftur í honum kannski. Svolítið eftir ekki núna, látið mikið til sín taka. síðustu daga. Hann var með athugasemdir við píparúða árás lögreglunar og mótmælendur og það svona nokkur atriði sem að maður upplifir að eftir að forsetakosningarnar að þá ætla hann að taka sér eitthvað svona stöðu og tala með einhverjum tilteknum hætti, þannig að ég held að sé bara fyrst núna sem að við förum að sjá hvernig ég veit ekki hvað það er maður kalla mumma, í hvernig hann ætlar að vera sem formaður. Meðan að Katrín er í forsetakjöri, að þá er hann náttúrulega með bæði hendur og fætur bundnar. Kannski er það hugsunin að hafa landsfundir eftir svona svolítið langan tíma til þess að hann gefi sér nokkra mánuði að stimpla sinn. Það held ég nefnilega. Það getur verið. Og ég hef ekki séð neitt frá Svandísi beint sem að bendi til þess að hún ætli að taka VG eins og við margir tala Fyrst, þetta er mikið verk að taka við flokki sem er í 3% og endurreisa hann, þetta er kannski 6-8 ára verkefni og ég hef ekki séð það beint neitt hér frá Svandísi sem bendir til þess að hún sé til í það. Ég held að hún blekkis ekkert það, þetta er ekkert sem að eitthvað svona fiff og svo verður allt í góðu bara í næstu kosningu, þetta er ekki þannig. Nei. Og sá sem að mun uppskera síðan er ekki sá sem að endurreisir flokkinn. Því að það er yfirleitt þannig. Þannig kemur ykkur sá sem að mun taka inn fylgisveifluna eftir kannski 8 ár ef það er hægt. Að það verður ekki sá sem að fór allar leiðina. Nei. En Mummi byrjar að tala svona. Við þurfum að færa okkur lengra til vinstri og tala fyrir því stefnu sem við gerðum og þetta, hann er byrjaður að þessu. Já, bara við þurfum að fara aftur í kjarnan. Já. Skilaboðin hans. Mjög skýr. Já, VG hefur þá náði fram í ríkisstjórna til dæmis eins og það kemur að orkumálum og virkjanaframkvæmdum. Það hefur ekkert gerst þar síðan VG fór í ríkisstjórn. Það er einhver árangur svona út frá þeirra sjónarmiði. Myndi ég halda. Já, kannski. Það er kannski hvalveiðarnar og eftir. Það kemur á þriðjudaginn. Já. Það sem verður allt vitlaust hvað sem hún gerir. En VG hefur verið með þetta við höfum náð árangri, þú veist, ef við varum ekki í ríkisstjórnin þá voru ennþá verri viljið freka frá miðflokkinn og allt þetta, þið kannast við þetta. Og þá hefur verið að benda á svona ýmis atriðum, að sá þetta hjá Katrínu til dæmis í forsetakosningunum, þar sem var að segja gjaldfrjálsar máltíðir í skólum, nefnir svona einhverju atriði. Og hún hefur gert þetta á þingi árum saman, þar sem hefur verið að tala bákjör öryrkja. Þá mætir hún og segir að við gerum þá þetta og þetta og þetta, sem að í öryrkjunum hljómar eins og þú veist það vantaði 100, en hún er að benda á eitthvað 0,5 sem hún kom með. Því kannist við þetta, þessar ræðurinnar, það sem aldrei talað hvernig ástandið er, heldur bara hvað við höfum þó gert. Að þessi lína, sem að þú ert að segja, að það ef við höfum ekki verið þá væri búið að virkja Gullfoss, eitthvað svoleiðis. Hún virðist ekki verið að skila sér í fylgi, Þannig að ég held að þau eru að gera eitthvað annað en þetta, Já, hún hefur talað svo óljóst í mörg ár, þessu kvöld myndi alltaf bara orðasalat hjá henni, þetta er ekki neitt, hún alveg snillingur í að tala lengi ekki neitt. Þannig að, ég veit ekki, þess vegna held ég að flokkun hafi verið svona frekar, fólk veit ekki hvað það hefur haft hann, Það er líka þegar þú ert alltaf í þessari varnarbaráttu, bara við höfum þó gert, í staðin fyrir að vera í einhverju sókn, bara þetta gerum við, þetta ætlum við. Þangað ætlum við. Það er trúverðuleika til að geta sagt það. Já, en það vantar svolítið einhverja svona framtíðarsýn. Í skaðaminnkun, ekki einhvern veginn að lágmarka skaðan eins og þau séu þetta einhvern veginn að hugsa bara við allavega erum búin að gera þetta. Já. Og þá virkar að almenningi sem samþykkja óbreytt ástandi sem að ég held að hafi verið grafið undan flokknum. Þannig hann er raunverulega að samþykkja stöðuna eins og hún er. Og hvað leigjendum, öryrkjum, þú getur bara þylið upp hópana, þá er það bara óbáðulega afstæða. Svona vinstri flokkur, vinstri græn, hann ætti að vera það langt í vinstri, hann ætti að vera í raun og veru svolítið, við þurfum að umbylta hér. Já, sem hann hefur ekki verið í mjög mörg ár, af því að hann er svo mikið að verja einhvern veginn stöðuna eins og þú segir og ná einhverju málamiðlunum gjaldfrjálsar skólamáltíðir eða gera ekki neitt og bara heldum þessu einhvern veginn sírópi áfram og gerum ekki neitt. Þetta er rauninni flokkur sem funkar ekki í ríkisstjórn nema bara í mjög skamman tíma og við sjáum bara hver staðan er þá núna eftir
6,5 ár í ríkisstjórn, það var hann að hverfa. Það myndi að þetta funkar í róttækri ríkisstjórn. Já, en það náttúrulega verður aldrei. Aldrei sé aldrei. Það í þessu felst vandinn, sko. Sósíalistar hljóta ávarpa óréttlætið í samfélaginu að við verðum að gera róttæka breytinga til þess að eyða óréttlætinu. VG hefur ekki verið þessar aðstöð til að segja þetta. VG hefur alltaf sagt að það er allt gott, við erum að laga það er litla sem er að og það bara passar ekki við upplifun þeirra sem að sko róttækur sósíalistaflokkur ætti að vera ávarpa. En svo náttúrulega hefur vinstri breyttst í gegnum áratugina og sumir vinstriflokkar eru ekki ávarpa þá sem að verða fyrir mestu óréttlætinu, þá sem eru fátækastir eða verða fyrir mestu óréttlæti samfélagsins, heldur eru að ávarpa stundu bara svona hugmyndir eða eitthvað slíkt ekki svona raunverulega sko sársauka. Og það kannski gerðist hjá VG áður en þessi ríkisstjórn til, sú breyting. Já. Og svo var hann náttúrulega líka, þessi flokkur var í eftirhrunstjórninni. Já, sem er nú skýta jobb sko. Skildi eftir sig mjög fólk sem upplýði sig svikið, fólk sem misti húsnæði sitt, öryrkjana sem voru sko lækkaðir í lífeyririnn var lækkaður og þeir hafa ekki fengið það ennþá bætt, stórir hópar sem eru ennþá sko reiðir út í þá stjórn. Virðast það var eitthvað leiti fyrirgefið Samfylkingunni eða eitthvað leiti. Því að Samfylkingin hefur sagt, en við erum ekki Samfylkingin þá, sko. Við erum nýja Samfylkingin. Og það hefur gengið, sko. Já, þetta er bara svona Tony Blair stemming yfir þessu. Eða Keith Starmer, bara það sem er að gerast í verkamannaflokknum í dag, sko. Bara nákvæmlega, sér stundum að hún er að endurvinna ræðurnar hans og svona. En svo er ekki bara Samfylkingin, það var einhver athygli líka að í öllum skoðanakönnum undanfarnu þá er Miðflokkurinn þriðji sæti flokkurinn. Og ég held að hann sé einmitt flokkur sem fær svo meira í kosningum heldur en í skoðanakönnunum. Það hefur nú oft verið tilhengi bæði með Framsókn og Sjálfstæðisflokkin. Þeir ekki að mæla sem 8 eða 9 þingmenn Smári, maður sagði? Og meira, ég held þessu 13,4 held ég síðast, ef ég mann rétt, sko. Já, sem ég myndi þá halda að hýtti 16-17 í kosningum, alveg hæglega. Þannig kannski að því að þessi útlendingamál hafa verið mjög ofalega á baugi og þeir hafa verið mjög svona konsistent málflutning í þeim efnum. En þið munum nú eftir framfaraflokknum norska sem var svona svipa batteri á Miðflokkurinn er. Svo var útlendingalöggjöfinni breytt töluvert í Noregi og svona hert á ýmsu og það er svona það sem menn eru að reyna í þinginu enda heima. Og eftir það hvarf framfaraflokkurinn, Fremskrittspartiet, hvarf eiginlega af sjónarsviðinu eftir það. Þannig að í rauninni þetta helsta baráttumál Miðflokksins, ef það yrðu ykkur raunverulega breytingar í þá veru sem þeir eru að tala þá væri stór hluti þeirra tilveru grundvallar horfin, þó reyndar þeir kannski séu eini flokkurinn sem að gagnrýnir Sjálfstæðisflokkin frá hægri, sem að mér finnst svona áhugaverðast að heyra það. Þannig að stefnan myndi vinna en ekki endilega að það myndi skila sér til flokksins einhvern veginn, þú veist, ef hún yrði tekin upp einhvern veginn stefna þeirra. Nei, ég er að segja það er ekki bara framfaraflokkurinn, það er líka danski þjóðarflokkurinn sem er eiginlega horfin, en stefnan hans bara lifir, góðu lífi og heldur áfram bara stjórnlaus. Og það er kannski ekkit verra, ég meina ef maður mennir í pólitík til að koma einhverjum hugmyndum á framfæri og í framkvæmd, þá hlýtur að vera ánægð með það að það er text og því hvað er flokkin. Það er sama með kvennalistan hérna, að þó að kvennalistin hafi hætt, að þá gerði hann meðal annars vegna þess að sko hlutfall kvenna í pólitíkinu hafi gjörbreyst frá því sem áður var, þannig að Katrín notaði þessi rök til þess að skýra veika stöðu VG, að VG hafi verið stofnað með umhverfissjónarmið, með kvenfrelsisbaráttu og öðru slíku sem aðri flokkar hafi síðan tekið upp og það notaði þetta sem rök fyrir veiku gengi flokksins, þannig að þetta hefur stundu gerst. En svo er þetta svona það er mjög flokkin og kannski Svanborg hafi líka eitthvað. Sko ég held að þetta sé ekki útlendingalögin ein og sér, ég held að þetta sé það sem hún sagði seinna að Miðflokkurinn hefur tekið sér stöðu og gagnrýnt Sjálfstæðisflokkinn frá hægri og þú lýstir áður óþoli hægri manna við þessa ríkisstjórn, fundist hún vera vinstristjórn, þannig ég held að þetta sé svona víðara gagnrýnin eða sogið frá Sjálfstæðisflokknum yfir í Miðflokkinn sé svona að, og maður heyrir bara Sigmund segja þetta, hann er eiginlega að segja sko ef þið viljið fá sjálfstæðisstefnuna sem náttúrulega engi veit hvað er að þá getum við bara fengið hana hjá mér því að ekki ferða það hjá Bjarna og félögum því að þeir eru bara að svíkja þetta ég meina þeir hafa svikið þetta í orkumálunum, það getur ekki verið orkumálunum í innflytjendamálunum, þeir eru reka ríkissjóð með halla þú veist, þeir getur bara þaulið upp það sem að sko sjálfstæðisflokkurinn myndi vilja en er ekki að gera
Og ég held að þetta sé þannig að víðari sog sem þarna á milli. Já, þeir eru náttúrulega fyrst og fremst að taka fylgi af Sjálfstæðisflokknum, ég er alveg sammála því. En Framsókn, þessi þetta einvígi þeirra á milli alltaf, að nú Miðflokkurinn tvisvar sinnum stærri í mælingum heldur en Framsókn. Það ekki eitthvað svona sigur fyrir Sigmund Davíð en heldur Miðflokknum alltaf fyrir ofan Framsóknarflokkin? Jú, ég meina Framsóknarflokkurinn var náttúrulega búin að vera hann er búin að vinna 2 kosningar núna í röð með svona einhverjum miklum pælingum að það að ráðast í mikla breytingar. Allavega í Reykjavík lítið að sjá í þeim efnum. Þannig að það er spurning ekki í landsmálunum heldur, það enga breytingar. Þannig að það er spurning hvaða Trump þeir spila út næst. Þetta hefur náttúrulega verið þannig að þeir svona stilla upp lista með einhverjum svona frægu fólki og þekktum andlindum og það auðvitað, mér heyrist Samfylkingin alltaf að gera það líka næst. Þannig að það kannski virkar það aftur. Já, ég ekkert sammálaður að Framsókn hafi unnið á einhverju loforðum breytingum reyndar. Ég held að það hafi lofað, þetta var stemming og þetta var fólk, ef þú skoðar til dæmis bara íslensku kosningarannsóknum og spurningarna sem voru gerðar fyrir kringu kosningarna 2021, fólk bara treysti ráðherrum Framsóknarflokksins í ákveðnum máli sem skiptiði mestu máli og það er svona fór það og kaus bara ekki best að kjósa Framsókn. Já, ég held það verið svona einfalt bara. Það var bara svona, það var ákveðið traust þarna til staðar sem þeir gáttu nýtt sér til þess að búa til stemmingu að það ætti nú allir bara að koma til þeirra. Ekkert endilega til þess að breyta miklu, heldur halda áfram það sem þau voru að gera, síðan hafa þau kannski ekkert mikið gert í því. En það þetta er rétt með landsmálarinn, hins vegar í Reykjavík. Já, það var bara svona slagorðið breytingar. Og síðan þú manst það betur. Sanna hefur nú þurft að upplifa allar breytingar, það er nú ljótir rússipennin sem hefur fylgt Framsókn, mikla breytingar. Þetta já, ég talaði þetta borgarstjórnarfundi, var að vitna í sjálfan borgarstjóran Einar Þorsteinsson þegar hann var á viðskiptaþing og stofna byggingafélag Reykjavíkur og þá var hann í svo mikilli þversögn við sig þegar hann var að svara mér og bara já, þú veist, jú, við þurfum eitthvað nýja lausnir en nei, þetta er ekki lausnin og jú, ég sagði þetta á þessu þingi en við erum bara með góða húsnæðisstefnu en samt ekki, hann var einhvern veginn bara eitthvað svona heyri maðurinn hvað hann að segja því hann var einhvern veginn að taka undir vandann, samt vildi hann ekki breyta neinu, samt var hann að verja kerfið en vildi greinilega ekki hljóma eins og hann væri alveg með meiri hlutanum í þetta væri bara 100% fullkomið þannig þetta er oft mjög mikil svona skemmtun að vera á þessum borgarstjórnarfundum þó getur verið líka krefjandi að hlusta einhvern veginn á bara hver er stefnan, þú veist hún er ekki skýr allan hjá Framsókn finnst mér. Þetta er náttúrulega sem hefur verið gert víða heim, það er að lofa breytingum en ekki alltaf raska neinu og ef við hlustið á Kristólinu þá voru hann að segja þetta nákvæmlega sama. Hún lofa breytingum en ég man ekki hvað kallar engum svona umbyltingum eða umróti eða ég man ekki hvað orð hún notar sem er eiginlega alveg það sama á Framsókn gerir Því að það eru að adressa kjósendur sem að vilja einhverja breytingar, upplifa einhverja stöðnun eða stöðnun í lífskjörum eða eitthvað. En hins vegar er óttinn við breytingar einhvern veginn þannig að þú verður líka að lofa því að breyta engu sem mjög fundið vegna þess að ég held að við séum í samfélagi sem er að fara alveg ótrúlegar breytingar hratt en það er kallað stöðuleiki Þú veist, við erum að sjá ég held að bara allir vitið það svona, þú veist, til dæmis þeir sem eru á húsnæðismarkaði það er ekki stöðuleiki þar Nei. Og ég held að fólk upplifi líka bara mikla samfélagslega breytingar það er náttúrulega mikla þensla ferðaþjónustunnar hefur kallað á að margir upplifa ótrúlega veikingu grunninnviða eins og heilbrigðiskerfis og skólakerfis við horfum eins og veginn okkar sem að verið að flytja var nú síðast held ég voru fréttir af því veginnir sem frá Patró til Reykjavíkur, þeir eru allir bara meira og minna ónýtir því þola ekki þessa þungaflutninga en það er bara eins og við annarkort getur ekki rukka þá sem er að nota vegina því að hver flutningabíl held ég að sé á við 60.000 fólksbíla við getum ekki rukka þá þannig að þetta bara einhvern veginn grotna svona niður ég held að margir upplifi mikla breytingar en það er kallað stöðuleiki á Íslandi Nei, það er satt. Þetta er alltaf selt sér stöðuleiki að láta þetta bara grotna niður og breytingin á húsnæðis, talandi um pólitík breytingin á húsnæðismarkaði sem að við trúðum því, kannski aldamótin að við varum að hafa verið séreignarstefna í húsnæðismálum í Íslandi. Síðan 2004 hefur verið rekin leiguliða stefna. Það verður bara algjör umturnun á húsnæðismarkaðnum. Áður var það stefnan svo að allir ættu aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði.
Nú stefnan að því að fáir hafa aðgengi að dýru og ótryggu húsnæði. Þannig að sko breytingarnar undir nafni stöðuleikans hafa verið sko byltingakenndar. En þá er þessum svo skrítið að þeir sem ætla að adressa þetta, tala að við þurfum að laga og hafa meira réttlæti í samfélaginu, að þeir ætla ekki að breyta neinu. Ég held nú að stóra ástæðan fyrir að húsnæðismarkaðin er í þeim vandræðum sem er í núna, það eru rosalega háir vextir og dýrt að fara í allar byggingaframkvæmdir við húsnæðismarkaðin og alltaf sem á aðra fjárfestingar, en hins vegar er náttúrulega þessi lóðastefna í Reykjavík náttúrulega það bara 1/3 þjóðinni býr í Reykjavík og þeir náttúrulega hafa verið alltaf tregir við að útluta lóðum og selja þar er alltaf að reyna að fá okkar toppverð fyrir þar sem þýðir það að til dæmis blokkirnar hérna á Hlíðarenda sem eru að rísa núna við Mjölkbrautina ég sló upp lóðaverðinu og deildi inn á íbúð þannig að lóðakostnaðurinn er yfir 20 milljónar íbúð. Þetta er algjör óþarfi sko og ég held að væri miklu skynsamlegra að freka bara selja þessa lóður ódýrt bara gegn einhverjum skilurum að það veri ráðist hratt í uppbyggingu. Sjálfstæðisflokkurinn vann kosningarnar 82 í borginni á að lofa grái og svo bara á haustið 83 voru fyrsta fólki að flytja inn sko. En í sögunni þegar almannagæði eru úthlutað ódýrt, úthlutað, þá er það úthlutað til einstaklinga. Þannig að einstaklingar eru engir aðilega byggingamarkaðan lengur, það er bara örfá verktakafyrirtæki. Hin leiðin er að úthlutað inn í lokuð kerfi þannig að þetta sé ekki gjafir til verktakana. Því miður þá erum við bara ekki með neitt svoleiðis kerfi, við erum að leggja niður verkamannabústaðina, félagslega húsnæðiskerfið er ónýtt, það er engin vilji hjá sveitarfélögum í ríkinu til þess að byggja og þar af leiðandi erum við komið þess að uppboðsstefnu sem það er ekki nóg með að þessi boðnar út lóðirnar, heldur að þeir síðan braskað á milli og 20 milljónir sem þú ert að tala til þess að upp á Ártúnsholti, þær verða, var eitthvað félag á vegum Gamma sem að kassað inn einhverja 9 milljarða og svo hefur þetta haldið áfram, þetta er afleiðing af braskvæðingu húsnæðiskerfisins. Að selja lóðirnar strax og að fá það að úthlutað Orkureiturinn Ártúnsholti eiginlega allstaðar það sem það hefur gert og núna munum bensínfélögin fara í þetta líka allstaðar er þetta selt í braski. Já, en á sama tíma þá er náttúrulega líka verið að útluta fjölmörgum lóðum til bjargs meðal annars og til þessara lokuður kerfa sem að þú ert að tala Sára lítið sko. Það hefur verið stærsta mjög stór hluti uppbyggingar íbúða í Reykjavík síðustu ár hafa verið hvað er það? Það eru 3, það er bjarg og það er sko félagsbústaðir með 5% og Bríet og Geta fengið 5%. Já, eða þú veist, það er talað að markmiðið sé að það sé 5% íbúða í borginni félagslegar sé þessi 5% en einhvern veginn sú stefna líka breytist aldrei út frá þörf. Við sjáum alltaf biðlistana, við sjáum alltaf langa biðlista og það er einhvern veginn aldrei svona eitthvað svona ef við kannski að hækka þetta hlutfall þar sem 5% er augljóslega ekki að duga. Það er ekki verið að úthluta 5% Já, í útlutunum lóða núna, í samningunum sem eru gerðir, þá er 20-30% lóða eða íbúða sem að eru þá í bjargaða Bríet eða félagsbústaði eða það er alls konar dót í þessu félagsstofnun stúdenta já, er það ekki líka íbúðir aldraðra já, þurfa stúdentur og aldraðar ekki líka ódýrar íbúðir Jú, allir þurfa íbúðir sko. En þessi félagsbústaði geta keypt þessi 5% en það er náttúrulega dýrt að kaupa nýjar íbúðir og þau hafa ekki viljað fara í þessu uppbyggingu og þá kemur umræðan þessa félagslega blöndun sem þýðir bara í rauninni að það fátækt fólk með ekki búa og margt saman og sama stigagangi þannig að það er líka eitthvað sem þarf að ræða hvernig viljum við byggja, hver á að byggja fyrir hvern Já, ég held eins og félagsbústaðir, ég held að þeir hafi nú ekki burið til að fara í miklar framkvæmdir núna. Þeir eru með EIF upp á 50% öfugt við verktakafyrirtæki sem eru með EIF kannski upp á 20% sem er að byggja þannig að ef einhver getur byggt sem er í þessu bransa, þá var það félagsbústaður Reykjavík. Já, en þetta er ekki eigið fyrir sem geta gengið á sko. Þú sást áskýrslunni á félagsbústuðum, þar kom fram að þyrfti að hækka leiguna til þess að geta staðið undir skuldbindingum og svo var það stoppað í einhverju nefnd í borginni. Það er vegna þess að þeir geta ekki tekið hækkun eigið fyrir. Það er sjálfsagt fyrir félagsbústaði að segja nú í hruninu vorum við 30% eigið fyrir, nú erum við komið 50%. Það er orðið til 20% eigið fyrir út af hækkun húsnæðisverðs. Nú lækkum við okkur aftur niður í bara þannig að við erum 40% og lækkun leiguna. Það er ekkert að því. Það er sama og einstaklingar eru að gera hérna með að taka second mortgage og akkur með að leigjendurnir á félagsbústöðu sem er fátækasta fólki í Reykjavík ekki njóta þess. Ætlar að lækka því þar að sé auka skuldirnar og lækka tekjurnar á sama tíma. Hækka skuldirnar og lækka tekjurnar.
þá myndi ekki fara vel fyrir þessum rekstri sko. Það Við getum alveg sest yfir það saman það er ef þú lítur á þetta sem markaðsfyrirtæki sem rekið bara svipað og eik eða eitthvað svoleiðis, þetta það ekki. Nei, þeir eru að rukka leigu sem miklu lægri heldur en sko eðlur ástæðan. Að stofnunum til þetta sko fyrirtæki eða stofnun sem að afar okkur á ömmur stofnuðu til þess að tryggja fátækasta fólkinu í Reykjavík öruggt húsnæði og ódýrt. Og þau eru ekki að því núna. Þau hækka leiguna út af því að vextir eru að hækka. Já, ég meina það bara þau standa frammi fyrir sama efnahagslega umhverfi og önnur fyrirtæki. Þú þetta sé ekki fyrirtæki hefðu skilningi þá er hún samt bara ákveðin lögmál efnahagslífsins sem að þau komast ekki undan. Lögmál efnahagslífsins fátæka fólki sem á ekki fyrir leigu. Þannig þegar þú hækkar leiguna á því þá missir það 1 máltíð, 2 máltíðir og 3 máltíðir sem að getur ekki borðað. Það er lögmálið sem að félagsbústaðir ætti að fara eftir. Ekki eitthvað lögmál eitthvað markaðsvaxta svoleiðis. Við eigum eiga kerfi sem að hinn fátækustu fyrir slíku sveiflum. Já, en auðvitað þurfa þeir náttúrulega bara að borga af svona skuldabréfum eins og allir aðrir, sko. Ég bara, þú veist, þannig að... Geta gert það vel. Já. En leigan hjá félagsbústöðum er 70% af markaðsvirði. Þetta var lengi vel svona 60 rúmlega %, sko, þannig að leigan er ekkert eitthvað það lág, sko. Það er alltaf að tala þetta töluvert lægri heldur en leiga á almennu markaði. En við með almennu markaði, sko... Tekjur fólksins eru líka töluvert lægri en á almennu markaði. Það hlýtur að taka mið af því hvað leigjandinn getur borgað í leigu. Já, en síðan koma líka á móti tekjunum ákveðnar sko aðstoð við fólki sem í félagslegu húsnæði eins og til dæmis bara leigubætur og sérstaklega leigubætur til dæmis. Það aukin aðstoð við fólk heldur en bara húsalegu kostnaðurinn sko. En svo dettur þetta út leið sko og fer kannski að vinna eitthvað aðeins meira, bara rétt svo 1 mánuður, aðeins taka fleiri vaktir, reyna að fá aðeins meira tekjur, greiða niður skuldir, svo bara býttu nú við, allir sérstakki húsnæðisstuðningurinn farin og húsaleigubætur, ég að borga allt inni 100.000 krónur meira í leigu eða eitthvað svoleiðis sko. Allt inni fátækasta fólki byrjaði með jaðarskatt upp á 70%. Já, það þarf að laga. Ég alveg sammála þér. Það tengist þessu kerfi sem þú ert að lýsa. Nei, í gamla daga. Alls ekki. Vegna þess að það hægt að vera með svoleiðis kerfi sem ekki með þessa svakalegu jaðarskatta. Það hægt að vera með kerfi sem að sko það sem að niðurgreiðslurnar breytast ekki bara 1 á móti 1 heldur taka lengri tíma til þess að aðlagast. Fyrir ekki svo löngu síðan, þá var kerfið þannig að Reykvíkingar áttu félagsbústaði sem hét eitthvað allt annað þá. Og það var til þess að tryggja hinum tekjulægstu öruggt og ódýrt húsnæði. Og þú hafði biðlisti eftir þessu gæðum og þú komst þarna inn að þá breyttir það öllu fyrir þig. Þú borgaði miklu lægri leigu og gast lifað á lágtekjum þínum, hvort sem var öryrki eða bara láglaunakona, einstæð móðir, þú gast lifað með því að fara þarna inn. Síðan koma svona hugmyndur að við verðum að láta þetta vera eitthvað markaðslögmál gilda þarna og þá verður að kippa þessi sundur. Leigan þarna fyrir að elta markaðsleigu og grafa undan lífskjörum hinna fátækustu og þá sett í staðinn húsaleigubætur sem hefur komið í staðinn sem gera það aldrei. Það hækkaði miklu meira heldur en húsaleigubótunum sem leiði til þess að þegar einstæða móðurinn fekk af og ömmu til að passa börnin og tók auka vaktir til þess að vinna svo upp og eiga loksins komast yfir hjúp og losna við skulda hana sem hún að draga eftir sér að þá hverfa leigubæturnar. Og þetta kerfi bara óréttlátt og það vitlaust og það ekkert upp á sig. Þetta bara einhver fórn fyrir því að við töldum að við ættum að byggja samfélagið upp út frá einhverjum markaðslögmálum í staðinn fyrir að byggja það upp frá svona tildulega bara eðlilegri mannúð og mildi að lágtekju fólkið hefði öruggt húsnæði og ódýrt húsnæði og gæti lifa sómasamlegu lífi þótt að væri á lágum launum. Þetta finnst mér vera hröldunin eða hvað? Ég sammála sko og líka sko þú veist þegar maður er að skoða eins og bara gamla skýrslu svona stofnun félagsbústaða og vera að tala sko leigan sé of lág, leigjendur verða að vera meðvitaðir þú veist hvað í rauninni íbúðin kostu einhvern veginn þessi meðvitund á þessum markaðsforsendum og þá einhvern veginn einmitt farið í þetta kerfi að greiða niðurleigu í staðinn fyrir að hugsa bara býtu hvað ræður leigjandinn við ef ekki að miða leiguverði við það við félagslega aðstæðurnar frekar sem eitthvað viðmið af markaðnum og sko þetta leiði til þess að við erum að borgin er að greiða 1,7 miljard á þessu ári í sérstakan húsnæðisstuðning. Og við sjáum fátækt barna aukast sem náttúrulega ætti að vera í öllum samfélögum, ætti að vera bara bú og bara neyðarfundir. En það ekki hér. Nei, fátækt barna og fátækt almennt kemur náttúrulega líka til bara að þessu vaxtaumhverfi sem að við erum núna, að þessari bara verðbólgu sem að við höfum verið að takast á við undanfarin ár og sem að þarf að takast betur á við.
sem ekki bara sko, húsnæði heldur bara almennt. Það hringdi til mín maður sem sagði það hann verðtryggt lán og hann fyrir nokkru síðan þá fór hann að borga inn á lánið til að lækka það og hann var búinn að borga 10 milljónir og þegar hann gáði sko fyrir einhverjum dögum síðan að þá var lánið komið sko 10 milljónir sem sagt farnar að í þessu verðbólgu ástandi vaxtakerfi sem við erum með sem algjörlega óboðilegt greinlega þetta er breytt dæmi náttúrulega mörgum að ætla að lækka skuldina sinna og borga inn á og svo kemur verðbólgu skotið og vexti lækki ekki og þá var hann komin á sama stað og þetta var eins og slönguspilni 17% vextir á yfirdráttarláni 17% vextir á yfirdráttarláni í 6% verðbólgu. Þetta er náttúrulega ekki í lagi sko. Já, sko, lánið hans hefur nú eflaust eitthvað lækkað raunverði sko, við verðum nú að hafa það í huga líka. Hvað eru mörg ár síðan hann byrjaði að borga inn á þetta? Það veit ég, hann er hérna þegar við vorum með lágvaxtalandið. Já, ég meina það verðlag búið hækkun næst í 30% síðan þá. Lánið? Nei, verðlag. Já. Frá ársbyrjun 2022. Já, lágvaxtalandið það var svo lengi sjá þetta. Það var alveg bara í nokkra mánuði. Frammiðkostningar og þá var þetta búið. Eina kostningar voru þetta. En vextir hérna eru náttúrulega gengur það að yfirdráttarlán sem eru þá fólk í basli freistast til þess að trúir því að handa við hornin sé kannski einhver lottóvinningur eða þú veist að geti kannski útskrifistu eitthvað tíman og kannski hækkuðu eitthvað tíman í launum og kannski skánarði eitthvað tíman fleytir sér áfram á því líka þeir sem að bara hafa enga aðra kosti á ég að gefa börnunum mín að borða í kvöld eða ekki að 17% vextir í 6% verðbólgu þetta er náttúrulega mér finnst það svona 85 hefðu bara menn verið handteknir sem að reynda þetta Það er ekki, sko ef að verðbólgan bara ég sé það ekki alveg gerast að vextirni sé eitthvað að lækka á næstunni. Nei. Ég held ekki þessu ári. Ekki þessu ári. Verðbólgan gæti eitthvað aðeins lækkað, þannig að raunvextirnir séu bara að hækka eða standa í stað. Og hérna það væri gaman að fá ykkur sósíalistana með okkur í þá hugsjón að mögulega sé þarna íslenska krónan eitthvað þvælast fyrir okkur að það séu almannahagsmunir og það kæmi fólki vel að vera með stöðuleik og lága vexti þó svo að það kostaði aðildaðinu agalega Evrópusambandi. En er ekkert hámark bara á siðleysið sko með yfirdráttaheimild og vexti, þú veist, er ekkert hámark á það hversu mikið og mátt refsa fólki fyrir að vera fátækt, það er bara ekkert, það er bara já, þetta er bara vextinni, þú verður bara að setja við það. Það er reyndar hámark í lögum. Hætti að vera fátækt. Reyndar held ég að meina ekki segja að það sko allavega þessi verðbólga núna hefur ekkert með íslensku krónu að gera, hún hefur alltaf bifast í 2 ár. Krónan? Nei, hún hefur ekki bifast, hún er búin að vera eitt stöðugt gjaldmiðil heims síðustu 2 ár. Ég er ekki eins og hann grínast. Nei, en það er ákveðin kostnaður við það. Fyrir 10 árum. Það er ákveðin kostnaður við það bara að vera með íslensku krónu. Þetta er ekki vaxtaumhverfi sem er í Evrópu. Það eru hærri vextir hér heldur en í Evrópu vegna þess að það er bara miklu meiri hagvöxtur og meiri þensla í kerfinu. Ég meina, hvað haldið þið að húsnæðisverð væri ef við hefðum ekki hækkað vextina svona mikið þarna þegar verðbólgan byrjaði? Var húsnæðisverðið ekki bara búið að hækka ennþá meira að gera þarna í þessu lágasta umhverfi sem stóður í nokkra mánuði? Væri það hollt fyrir hagkerfið að vera í 5% vöxtu núna í 6% verðbólgu frekar til 9%? Nei, ekki. Nei, ég meina að ástæðan fyrir hærri vöxtum hér er að vera jákvæðir. Ég er alveg ástæðan fyrir hærri vextirinn er að það er bara miklu meiri slagkraftur hér heldur en alls staðar annars staðar í Evrópu. Stýrivextir þurfa að vera jákvæðir til mjög langs tíma. Það hafa marga þjóðir lifað ágætlega af að hafa stýrivexti neikvæða töluvera tíma. Já, við erum búin að vera í neikvæðum stýrivöxtum. Það virðist ekki vera hér, það bara er algjöru fyrsta forsenda Seðlabankans er alltaf að venda þá sem eiga peningana. Þar til mjög nýlega vorum við í neikvæðum raunvöxtum. Já, mjög skamandi. Af því að hún var með spurningu til sósíalistana og Þórður tók reyndar að sér að svara því evruna. Það tók það til sín. Þú veist, mér finnst það meira bara svona einhvern veginn efnaðsumhverfi og stefnan sem einhvern veginn þurfum við fyrst og fremst að horfa til sko, þú veist, hver er látin greiða fyrir verðbólgu, hver er látin greiða fyrir þessa stöðu, þú veist, það lendir alltaf á einhverjum, þannig að mér finnst það vera einhvern veginn rótin sem þarf að fara að áður en við farum að ræða einhverja svona kannski útfærslu sem beint fari ekki inn á þetta sko. Og það er bara almenningur allur sem er að borga fyrir þennan óstöðuleika. Það má gera eitthvað á leiðinni
Það er ekki gott að láta fólk þjást í vonunum að öskri á evra. Nei. En það er allir lagi að lina þjáningar þeirra sem að þetta bitnar harðast á meðan. En varðandi að því þú sagðir að væri sko þensla, Hagstofan var að mæla landsframleiðsluna á fyrstu 3 mánuðum ársins. Já, það voru 2 ástæður fyrir að það var samdráttur, þú heyrið náttúrulega fréttirnar, það var engin loðnuvertíð, þar vantaði 30 milljarða og svo eru við í skerðingum til stórnotenda raforku og það er cirka bát hálf loðnuvertíð á hverjum ársfjórðungi meðan það stendur yfir. Það heldur áfram. Nú er að fækka túristum 10% eru sumir að segja, það er svona ykkur að bilinu 6 til 15 sem ég hef heyrt. Já, ef ykkur hafði áhyggjur af því að það væri komin ómargir túristar, þá held ég það vandamál sínum bara svona smátt og smátt að leysa sig sjálft ef það er vandamál, bara af þeirri ástæðu að raungengið er að nálgast sitt hæsta gildi fyrr og síðar, þannig að það er bara orðið mjög dýrt að koma hingað. Þetta var fínt dýrt að koma 2009 til 14-15 en núna er þetta bara orðið alveg fókdýrt. Þó að gengi krónur á móti evru sé búin að vera þessi 150 kall mjög stabíll í mjög langan tíma, þá eru laun búin að hækka 70% síðustu 15 ár. Cirka bát. Og þar er leiðandi verðlag eitthvað sambarlegt. Því að góðkunningi Íslands, prófessor Aliber var á landinu, er hann ekki að vera 100 ára kallinn eða eitthvað, en hann var frægur fyrir að hafa séð að Ísland séð fyrir sér efnahagshrun á Íslandi á leiðinni frá Keflavík til Reykjavíkur, þar sem hann fannst bara að vera allt of mikið af byggingagrunum og sagði að þetta væri óraunhæft og reiknaði held ég í bílnum á leiðinni einmitt raungengið og sagði að Ísland vildi kollsteypast og hann var með fyrirlestur núna, ég fór nú ekki en hann var meðal annars að benda á að raungengi væri komið upp í rjár og væri framöndan hrun. Efnahagshrun. Af því hann fór í búð og sá hvað allt var hér dýrt. Já, hann er bara, svona er þetta, þú getur flækt hagfræðina mikið, en það er samt þannig að maður með langa reynslu og glöggur, hann getur lesið breytingarnar úr fjöldabyggingakrana og líka þessu upplifun sem við fáum bara því hljótið að hugsa að maður kannski fær sér pítsu og svo reiknar maður hann yfir í evru og segir, þú veist, bara hvergi í heiminum er því nokkur maður rukkaður pítsu, þennan pening fyrir pítsu. En það er hvergi annars þegar í heiminum jafn há launir og Jú, það er víst. Nei, það eru hæstu laun í heiminum svona meðaltali. Tökum bara lægstu laun. Ég er ekki að segja að fólk með láglaun sé eitthvað að hafa það frábælega gott það er alltaf ykkur Það er krafa Seðlabankans að þau sem eru með lægstu launin að þau taki ekki launahækkanir en ég hef aldrei heyrt hann tala sín eigin laun eða forstjórafrekjuna eða neitt slíkt það er alltaf krafan að þeir sem eru lægstu laununum þess sem er bara eðlilegt í þessu samhengi að tala það. Ég hef borið saman lægstu laun í Sviss sem eru með lágmarkslaun gefin út af fylkjónum eða kantónunum og verðlag er aðeins hærra þar og það munar held ég 60% sem er hærri lægstu laun í Sviss og þá tekum maður ég segir landsframleiðslan er meiri í Sviss ef við tökum mið af því að þá er eftir sem áður 25% hærri laun í Sviss heldur í Íslandi og þar er einfallega land sem er bara með þá stefnu að þeir sem að búa þar verða að geta að lifa þar. Hér er ekki svo stefna. Ef hér er svo stefna að fyrirtæki verða að geta lifað eða braskararnir verða að geta lifað, við erum með kerfi í kringum fiskeldið eða húsnæðismarkaðinn allt til þess að braskararnir geta lifað, en það er aldrei tekið mið af því að fólk verður að geta lifað þetta. Það sem er, eins og þú varst að segja, það verður að vera, fólki verður að bjóða fólki bá eðlileg lífsskilyrði. Og þetta er bara stefna sem að Sviss tekstar reka, en okkur tekst ekki reka. Þannig að þitt svona fyrirmyndaríki er Sviss, þetta skattaskjól og mesta bankalendi í heimni og þetta flesti milljarðamenningar heims búa þar. Það er svona kannski þar sem er almennilegt að reka gott samfélag. Dæmið sem ég tók var af lágmarkslaunum. Ég var ekki að taka skattaskjól. Sviss er nú kannski svona svolítið unique case, þú verður nú að viðurkenna það. Þetta er lengi vel gátum við sagt þetta sama með Norðurlöndin. Það var sagt Norðurlöndin að þar er ekki svo stefna að við að borga há laun og þau fyrirtæki sem ekki þola það geta bara farið. Hér á Íslandi hefur ekki svo stefna að við að hafa lág laun til þess að fyrirtæki geta haft það gott og almenningur sem ekki þolir það, hann getur bara farið. Ég getur bara tekið eitt dæmi. Það var einn vinur minn sem var í einhverju mjög fínu námi einhvers staðar í Barcelona í einhverjum flottum svona business skóla og hún var búið svona ansi
allavega hansi flott stað að hann held í einhverjum banka, einhverjum alþjóðlegum banka á Spáni og þarna voru launin sem voru í boði kannski svipuðu okkur vægstur á bensinstöð á Íslandi fær sko. Þannig að þetta nú bara svona eitt samanburður með fullri vinningu fyrir starfsfólki bensinstöða. Ég er ekki að segja, en þú veist, það er bara, þetta er samanburðurinn. Matur nótirari, það er til dæmis íslenski eftirlauna fólk fer til Spána til að geta lifað af. Verðlag og kauplag helst mjög í hendur sko. Það er bara ástæðan fyrir allt í svona dýrtíðina er að launin eru há. Þess vegna tók ég dæmi að því ég er nýbúinn að skoða þetta með Sviss þar sem maður tekið tillit til verðlags og meiri segja landsframleiðsla mann sko. Þannig það er ekki rétt sem að eru sífellt verið að þrástagast þér á að hér séu hæstu laun í heimi, það er ekki rétt. Þannig það er Sviss en á öðru leyti er það þannig ef við tökum Sviss út fyrir sig þá Nei, það er ekki önnur land. Mér er gott hugtakið lífvænleg laun sem kom fram í forseta kappræðin sem að Halla Tómasdóttir sagði, þú veist, þegar var umræðan lágmarkslaun, þú veist, fara að tala lífvænleg laun, mér finnst það gott hugtak. Við vættum tala meira þetta, af því þetta pólitíkin, hvernig samfélag við viljum búa, viljum við hafa það sem húsnæði er ódýrt og öruggt, viljum við hafa það sem að fólk á launir duga fyrir mat, þetta er náttúrulega pólitíkin að snúast Hver vill það ekki? Já. Því miður snýst það sjaldan, þið kannist við Bjarna sem er alltaf að vísa á heimilin hafa aldrei skulda minna, það er vegna þess að henni fátæku get ekki skulda lengur og það er mikil breyting við hrunið. Það er líka vegna þess að ég held að ríkið hafi látið af skattatekjum upp á 100 milljarða til þess að fólk geti greitt niður húsnæðisskuldi sína þeir sem áttu séreignarsparnað sem að nýtist þeim sem eru svona miðlungs- og betursettir á meðan að hinni fátæku, leigjendurnir og þeir sem eigi ekki í húsnæði hafa ekki fengið neitt svona slíkan skattafslátt. Þannig það er stefna stjórnvalda, þetta er bara triks til þess að lækka skuldir húsnæðisins með því að gefa þeim skattafslátt sem hafa það ágætt og segja svo við kröfurnar þegar fátækafólki kemur fram og segir þú veist þið verða að gera eitthvað fyrir okkur að segja, heimilin hafa aldrei skulda minna. Nú skulum við venda okkar kvæði kross. Ég gerði sem oftar, þá fór ég að horfa á Alþingi og þá var að ræða raforkulög og þar er komin tafaleikir stjórnarandstæðinga og fundurinn stóð eitthvað fram á nótt. Það eru örfáu dagar eftir og möguleiki ríkisstjórnarinnar þrengjast alltaf til að koma í gegn erfiðum málum. Þetta gerist alltaf eins, nákvæmlega eins og það er engin ráð eða vilji til að gera þetta með öðrum hætti. Samborg, hvað er Viðreisn náttúrulega tekur þátt í þessu og þar kom þingmaður eftir þingmaður frá Viðreisn í ræðustól. Raforkulögin eru náttúrulega mikilvæg. En það kemur líka það margbúið að biðja ríkisstjórnarflokkana að segja bara hvaða mál ætli þið að leggja áherslu á. Og þeir bara get ekki komið sér saman um það. Og meðan þeir get ekki komið sér saman hvaða mál þeir ætla að leggja áherslu á, þá er ekki hægt að semja eitt eða neitt vegna þess að þeir veit ekki hvað þeir ætla að semja. Það er bara pattstaða. Það er bara pattstaða, þangað til að ríkisstjórnarflokkarnir geta komið sér saman það hvað fer í gegn og hvað ekki að þeirra mati. Og þetta er ekki bara, þú sér líka í bara í nefndunum tafaleiki hjá ríkisstjórnarflokkunum, það sem allt í einu fara að kalla inn gesti í málum sem að allir vita að þeir eru ekkert að fara í gegn. Vegna þess að þeir vilja ekki hleypa málum í gegn sem ennþá verið að rífast milli ríkisstjórnarflokkana. Þannig að það er eiginlega bara svona heimilisvandi má segja, og meðan að þeir eitthvað bara svona ráða sínum ráðum. Þau geta náttúrulega gert eins og í fyrra þar sem við bara gáðust upp á þessu samtali og bara slökktu bara ljósin og fóru og það bara það komið sumafrí. Það var mjög skyndilegt, bara greinilega búin að fá nóg, gátt ekki talast lengur við, þannig að það var bara slökkt ljósin og ekkert fór í gegn. En er engin mál núna á þinginu sem er brýnt að fara í gegn? Það er, ég held að sé eitthvað 1 dagsetningamál. En síðan er bara spurning hvað er brýnt og hvað er ekki brýnt. VG og Guðmundur Ingi leggur mikla áherslu á almannatryggingar. Sjálfstæðisflokkurinn á útlendingalög og lögreglulögin. Já, raforkumálin. Það er óleyst mál en þá. Og það ég held að við séum í ákveðnu svikalogni það núna Ég held að þetta verði miklu erfiðara næsta vetur heldur en síðasta. Þetta slapp til núna síðast. En ég meina, samfélagið er bara vaxandi og við erum algjörlega á nippinu með þetta og njótum þess ekki geta keypt orku yfir landamæri eins og meginlandi getur Þannig að
Við getum gert það með að flytja inn olíu, það er orka. Já. Ég meina það verður væntanlega fiskibræðslunar muni væntanlega keyra á því næsta árin, myndi ég tala líklegt. Enda, sko, einhverju segjum daginn, ég man ekki hver ár að það kannski það er ekki alveg rökrétt að virkja sko fyrir einhverja 200 milljarða bara fyrir fyrir eitthvað svona afltoppa, auðvitað er náttúrulega best að nota rafmagn í það, en það kannski er hagkvæmara að nota olíu, en hins vegar sko þurfum við alltaf að virkja framfyrir okkur, þurfum alltaf að vera með buffer, eiga borð fyrir báru sko. En varðandi olíukaupin í fiskimjölsverksmiðjunum, þá er það fyrst og fremst að það er ekki hægt að flytja raforkunum til þeirra, svona mikla raforkun til þeirra. Já, einmitt. Þannig að það er dreifikerfið aðalmálið. Já, einmitt. Það er líka, ég meina það þarf að fara að skoða svolítið dreifikerfið. Það er ekki bara það sé ekki hægt að flytja, heldur líka bara svona tapast orka í kerfinu sem að þarf að koma á bæta tengingar, og þó að sé til dæmis rosalega miklar tengingar hann að fara að Reyðarfirði og upp á Kárahnjúka, hún ekkert að nýtast öllum Austfjörðum. Ef það er að tengja norðausturhornið við suðvesturhornið, þá myndi það breyta miklu. Ég meina það var þetta tvöfalda Þeistareykji tiltölulega skömmum tíma. Ég held að Blönduvirkjun hafi aldrei nokkuð tíma verið keyrt á fullum afköstum, yfirleitt bara 60-70%. Þannig að flutningskerfið er svona fljótlegasta lausnin, held ég. Já, það er sko pólitíkin eða Það tengir þessu að því að Sigmar Guðmundsson, hann kom eitthvað í fréttinur daginn og var að benda á að Viðreisn væri til í að fleyta einhverjum málum í gegn. Og maður velti fyrir sér hvort þetta sé svona raunveruleg skilaboð, af því að ein niðurstaða gæti verið sú að það sé að því að Bjarni eiginlega getur ekki farið í kosningar með sprungna ríkisstjórn. Ein leið fyrir óþol hægri manna að sitja í ríkisstjórn með VG sem að boðar að ætla að vera harðari á sinni stefnu núna en áður, væri að bara henda þeim út og taka Viðreisn. Þannig að þegar við erum með framkvæmdastjóra Viðreisn, þá getur bara spurt því. Það verður ekki komið til tals á borð framkvæmdastjóra. Það kom fram þegar að Katrín hætti, Bjarni tekur við, það er myndin í ríkisstjórn, og það kom fram í fjölmiðlum að Bjarni talaði við Þorgerði, en ég held að það hafi nú engin verið sérstakur áhugi Bjarna megin á því að tala við Viðreisn í neinni alvöru. En af hverju hann gera það? Ég held að það hafi miklu freka verið einhver svona mótleikur gagnvart Vinstri grænum ef þið verðið eitthvað leiðilega gagnvart útlendingamálunum, að þá höfum við aðra möguleika. En það lítur að gilda ennþá þá? Ég held að það vilji miklu frekar að hafa Vinstri græna. En niðurstaðan er eiginlega svo að þetta er svona nánast stjórnlaust. Þau ná að halda áfram í sinni íhaldssemi og breyta engu með Vinstri grænum. Ég er með forvitin, ég var til að vera að fluga á vegg á þessum undirbúningsfundum, hvernig þetta gengur hjá þeim, hvernig samræðurnar fara fram. Ég er bara rosalega forvitin að vita hvernig... Já, ríkisstjórnin? Já. Það er lagst í samræðurnar bara, ekki? Við þurfum að gera þetta og svo nei, ég vil ekki gera svona, svo situr eitthvað eftir og þá er það farið í þingið og ráðherrann segir að ég verður þó að gera þetta. Það verður að svara alltaf, sko. Ég býst að það sé sama upplifunin frá hægrinu, að þeir hlustið á ykkar ráðherra og það hljómar alltaf eins og þeir sé að gera bara brota því sem þarf að gera. Já, það er mér að ég held að sko það sé engin af þessum flokkur sem að sitja, það hefur engin hagsmuni að fara í kosningar núna. Ekki einu svona stjórnarandstaðan er ekki að biðja það. Þannig að ég held að það sé nú bara ástæðan fyrir að það verður bara kosið eftir ár. Eins og segir, það er Bjarni á mjög erfitt með það að fara í kosningar, sko ef hann nær ekki í tvígang að halda áramótaræðu, það bara þá flytur hann á landi. Sjálfstæðisflokkur getur ekki boðið upp á slíka formann í kosningum. Nei. Það er bara þannig. Og það lítur allt út fyrir það að Bjarni ætla að halda áfram, af því að það var svolítið talað að Bjarni ætla að hætta fyrir næstu kosningar. Nú lítur út fyrir að hann ætla að halda áfram fram yfir næstu kosningar. Andstæðingar Sjálfstæðisflokksins hafa spekúlerað að Bjarni sé hætta mjög lengi. Held að það sé mjög ólmur að losna við hann. Andstæðingar er mjög ánægðir með Bjarna. Bjarni er enginn verið jafna skaðlegur Sjálfstæðisflokknum eins og Bjarni Benediktsson. Nei, ég er nokkuð sammála því. Hann er mjög öflugur. Já, það er samt að streyma fylgið frá Sjálfstæðisflokknum og yfir á Miðflokkinn akkurat núna. Aðeins meir sér til Samfylkingarna þó sé ekki alveg jafn mikið.
Já, Samfylkingin nú eins og vorum ræðan, þeir eru nú að taka bara þetta sópa upp vinstrafylkinu, það sé nú kannski helst ástæðan. Það er enginn sem hefur verið að kjósa Sjálfstæðisflokkin sem ætlar að kjósa Samfylkinguna núna. Það er rosalega sjaldgæf skipti, sko. Og í báðar áttir, sko. Já, það er ákveðin straumur. Ég sæti sem að Stefán Einar Stefánsson sattir eins og því. Og hann sagði það að hann væri að hugsa að kjósa Samfylkinguna. Og ég býstu að hann hefði kosið Sjálfstæðisflokkinn. Já, Stefán segir nú oft ýmislegt. Já. Þú sagðir enginn. En svo eru hvalveiðar, er það ekki að þriðja? Jú, eru hvalveiðar. En fyrir þau sem bara að hlusta á okkur, þá var þetta Svandi Sigmarsdóttir, Þórður Gunnarsson, Svanborg, já, það fyrir. Já, og Sanna Magdalena Mörsdóttir, sýrjarni hjá okkur. Hvalveiðar, já, það er á þriðjudaginn. Þá verður hleypt af. Það var nú ansið merkileg ræða sem að hann formaður skipstjórnarfélagsins hélt hérna á sjómannadaginn og fjallaði þetta meðal svona fiskifréttum, sáðu þið þá frétt. Það er að tala það sko að magn hvala í íslensku lögsögu sé orðið að vandamáli. Það er kannski ástæðan fyrir að gengur illa að ná þorskstofnum upp. Akkur þorskurinn að mælast maguri heldur en hefur verið á síðust árum. Þessi langreiða stofn hérna við landið talin vera 40-45 dýr og éta um það bil 13,5 miljón tonna af fiski á ári sem er akkurat 10 sinni meira heldur en allur afli á land íslenska flótans. En éta þeir þorski? Já, þeir éta bæði átu og líka fisk en þeir éta samt sko það sama á þorskurinn og það sem þorskurinn étur sko. Þannig að svona óháð einhverjum, ef þú ætlar að nýta miðin með eðlilegum hætti þá getur ekki bara veitt uppsjávarfiskinn og botnfiskinn og látið svo hvala stofninn blása út. Þetta er allir firðir orðnir stappfullir af þessu. Við þurfum að grísja hvalastofninn. Já, það eru sjálfstæð rök að mínum mati sko. Og svo líka bara hitta, þetta er bara eðlileg auðlinda nýting sko. Og meðan það er ekki búið að banna þetta með lögum á Alþingi eða fella úr gildi heimildir til að gera þetta, þá náttúrulega er þessi vinnubrögð sko, svona frá stjórnsýslulegum sjónarhóli ekki boðleg sko. Bjarki segir pass á þriðjudaginn, enga hvalveiðar. Er það þá eitthvað sem getur orðið banaminni ríkisstjórnarinnar? Nei, eru þau ekki bara hald út og er það ekki? Búin að láta þetta ganga yfir sig einu sinni? Já. Þannig að það verða... Það gerði ekkert sko í þögn sko, það var ekkert... Nei, en létu þetta sem yfir sig ganga, það kom ekki út úr því. Það var bara eitthvað svona reiði, blésu þarna nokkur stórkveli í Þeir nýttu sumari til að blása og síðan kom Bjarni og fór að tala um útlendingamál og þá hættu allir að tala um hvalveiðar. Þetta er samt bara svona, þetta er mjög stórt prinsipmál sko. Já, er það ekki? Og þetta er það sko og ég held að það verði ekkert án afleiðing. Ég veit ekki hvað gerist, það er náttúrulega bara búið að vera að spekulera í að þessi ríkisstjórn springi í hans en langa tíma núna, það gerist aldrei. Nei, það getur út eitthvað svona mál. Ég held að þetta er svona bara lítil mál í sjálfsög. Já, en ef að hvalveiðar verði ekki leyfðar, þá bara er ríkið skaðabótaskylt, það er bara ekki flóknara en það. Ég er ekkert óbúslega hrifin af hvalveiðum en ég er minna hrifin af því að borga Kristján Loftssyni einhverja skaðabætur sko. Ég meina sama hann er ekki komin eitt leyfi núna. Sama hvort þetta er Kristján Loftsson eða einhver annan sko, ég meina þetta er nú bara svona prinsipmál, þetta er löglegur atvinnurekstur og þeir skila inn umsókninni í janúar og svo líða 5 mánuðir og svo allt í einu að fá 16 umsagnir og það liggur alveg fyrir aðstæða allra þeirra sem hafa verið beðnir umsagnir. Þannig að þetta er bara svona prinsipmál hvernig, þú veist, eins og Kristján Loftsson orðaði nú sko, að borgarnir eru bara berskjaldaðir ef að vinnubröðin eru svona og það er bara rétt hjá honum. En hann hefur nú efna að fá sér einhverja yfirlesara yfir þetta sko. Já, þú veist, það bara þó að það veit að vorkina honum eitthvað þó að kosta hann þetta snýst bara ekki um hans persónu sko. Margt skrítið sem hann segir, hann hefur meðal annars sagt að það verður stalinistar í matvælaráðuneytinu, þannig að ég vara við því að fólk taki mark á öllu sem að Kristján Loftsson segir. Kristján er litríkur og skemmtilegur og umræðan miklu skemmtilegri með hann talaði fyrir sko. En prinsipmál bara út frá dýraverndunarsjónarmiðum. Já. Á það ekki jafn mikið upp að borð. Það þarf samt að vera góð stjórnsýsla. Já, nú hefur engi fengið leyfi. En hjá Svandísi þá sko stoppaði hún upp að hvalveiðana en búa ekki út leyfið, en hún er það ekkert. Það er ekki búa ekki út neitt leyfi. Já, en þessi leyfisveiting munur á því núna og í fyrra. Já, leyfisveitingin er samt sko í rauninni bara fónsandriði sko. Þú veist, þeir eiga að fá þetta leyfi og það að því þetta er bara þetta er heimil atvinnustarfsemi, þannig að þetta ætti bara... Hún brýtur í bága við lög,
dýraverndunarlög. Já, það bara túlkunaratriði, sko. Það er ekki, hefur ekki fallið neitt dómur eða neitt bindandi úrskurður en það. Það eru úrskurðaðilar sem að geta úrskurðað að svo sé. Það er siðfræðiprófessor sem að komst að þeirri niðurstöðu sem að hefur barist gegn hvalveiðum alla sína ævi, þannig að það var ekkert óvænt þar, sko. Nei, sem kemur líka reyndar á móti að, sko, það hafa verið, sko, hvalveiðar hafa verið undanfarin ár á ekki alveg verið að fylgja þeim leyfum sem að þeir hafa þá fengið í hvalveiðistöðinni sem að þarna upp á Skaga. Já. Þetta er náttúrulega verið að skera kjöt þetta byrju lofti og þetta er náttúrulega stenst fáar kröfur matvælaráðgjöf. En að því að stundum við sagt að sko ríkisstjórnin springa okkur í litlum málum, en það eru ófyrirséð mál sem kom upp. Þetta er ekki þannig, sko. Þannig að þessi ríkisstjórn hlýtur að geta landað þessu máli í einhverju, sko, samkomulagi. Ef það valkostir eru þannig annarkot að segja já eða nei og hvoru getur sætt sig við þá niðurstöðu, að þá eru svona ýmsar leiðir sem eru að bara láta, sko, þingið ákveða þetta eða eitthvað svoleiðis, sem ég held að sé mikil meirihluti fyrir hvalveiðum. En þú getur vísað þessu mál, þú getur fundið lausn, einhvern farveg fyrir mál sem ágreiningur sem að báði sætta sig við með einhverjum hætti. Bjarka er búin að tilkynna það, hún mun tilkynna sína niðurstöðu. Hún hlýtur að semja það við, sko, sína samstarfsmenn í ef hún ætlar ekki að sprengja ríkisstjórnina með ákvörðun sinni, en þá er bara búið að kanna það. Hvers konar ákvörður getur þið sætt ykkur við? Þannig eins og er gert í útlendingamálunum, í orkumálunum, í öllum þessum málum, í ríkisfjármálunum og svona. Þótt að niðurstaðan sé bara eitthvað drulluglessa sem enginn er ánægður með, þá hefur þessi ríkisstjórn sætt sig við það. Og ég sé ekki af hverju að hún ætti ekki geta að tala sig niður okkur að niðurstöðu í þessu máli. Því að ríkisstjórnin springa á okkur sem kemur óvænt upp, það sem er bara ekki hægt að allt í einu verður svona einhver stigmögnun í málinu og allt í einu eru flokkarnir komin svo langt í burtu og þeir geta ekki náð saman. Ég sé ekki að þetta hvalveiðimál uppfylli þessi skilyrði til þess að vera sprengja ríkisstjórn. Ég held sér svo mikið tilfinningamál. Nema VG vilji sprengja og þá segir, heyrðu, við svikum ykkur öll, öryrkjar og leigjendur og láglaunafólk og konur og kallar og gamlir og en við stóðum með hvalunum. Ég bara Kann að vera. Já. Heyrðu, myndir þú sprengja ríkisstjórn með út af hvalum, Sanna? Aldrei nei. Ef ég væri að, þú veist, þá hefði það gerst fyrr varðandi stöðu bara þegar að vera settu, sko. Já. Ég held að, sko, með hvalveiðarnar eða þessa ríkisstjórn, þetta þau mun bara halda áfram í sínu óhamingjusama hjónabandi. Fyrsta auglýsingin sem ég sá frá Sjálfstæðisflokknum eftir að Bjarni var orðinn forsætisráðherra var úr ræðu hans þarna á Hilton hótelinu að það þurfi nú að gefa eftir til þess að halda meirihlutanum saman í svona með marga flokka, þá þurfi að gefa eftir. Það voru skilaboðin. Hann er að vara fólk við sinn flokk við því að vara sinn flokk við því að þeir mun ekki fá allt sem að þeir vilja. Þannig að ég held að hann muni gefa ofboðslega mikið eftir til þess að halda þessa ríkisstjórn þó svo að hún komi engu í gegn og muni ekkert gera nefn bara vera þarna. Svona prinsessins vegna. Það er aldrei neitt flokkur í neitt ríkisstjórn fengið allt í gegn sem hann vill, sko. Ég meina og þetta bara þarf að gefa meira eftir þegar það eru þríflokkar. En svo er þrælahaldið. Volt. Það er nýtt mál. Það er sem að er alveg ótrúlegt að einhverjir sem er búin að fá atvinnuleyfi þeir eiginlega, sko, selja þá svörtum til annara. Þetta er bara orðið, sko, einhver hringa vitleysa. Volt er komið með andlitsskanna til þess að bregðast við þessu. Þá er það lausnin, andlitsskannar sem að þess að fólk þarf þá að staðfesta að þetta sé raunverulega þau sem er að fara í þessi sendlastörf, sko. Já. Sá það í einhverju frétt. Já. En þessi business, ég fekk bréf frá veitingamanni og Volt tekur 23% af verðinu og 28% ef að þú ert, sko, fastakunni hjá Volt, þá færð þú afslátt sem að Volt sækir bara til veitingamannsins. Og það að klippa, sko, 23 og 28% ofan af verðinu, að þá er þetta náttúrulega orðið eitthvað svona því að hvað getur veitingamæðurinn gert? Ég býst við að hann sé, þeir eru í erfiðleikum út allt, að hann verður bara að hækka verðið til þess að eiga fyrir þessu 23%. Þannig þegar þú ferð og borðar á veitingastæðinu þá er þú að borga fyrir, sko, til Volt raunverulega. Þannig að þessi fyrirtæki eru oft svona
það sem nota bara aðstöðu sína, af því ég get komið hérna með 100 kúnna til því sem hefur ekki annars fengið og þú getur eiginlega ekki sagt nei því að hann tekur þá í sínu veitingahúsi og svo veist eitthvað svoleiðis og einhvern veginn með það þá að menn fristast bara til þess að þá allt í einu komið eitthvað fyrirbrigði sem bara sogar út peninga út úr þessu bransa sem eiginlega ekki neitt þetta fyrirtæki, það bara app því að sko þegar þú panta matinn þá borgaru henni fyrir að koma með matinn en appið sogar svo peningana út úr veitingastofunum ofan á það sem að sko kortafyrirtæki gera þannig að ég held að verði bara að fara einhvern veginn að skoða það sko hvernig viljum við leyfa bara business að þróa sko. Það nú ekkit nýtt að þessi greitt fyrir heimsending á mat, ég meina þetta verður svona pizzastöðum í mörg ár og það dýrar að fá þetta kert heim til sín heldur en að sækja það. Nei, ég að tala að þeir taka köttið af pizzeríunni. Þú ert svona í raun og vera að greiða fyrir, þú segir það hækkaði verða á móti, ok, fínt til að láta ganga, en þú ert að borga volt fyrir að koma með matinn til því. Það mér finnst ekkit óeðlilegt að þessi rukka fyrir það. Ég er ekki hvort að vera kúnin gerir það. Ég er að þeir ná auka peningum til sín í gegnum það að taka kött af veitingastannum 23% af verðinu sem er líklega það sem að sko fyrirtækið ætlaði að hafa til þess að geta haldið sko lífi. Já sko, það er náttúrulega ekkert veitingahús neitt til að skipta af volt og það er engin neittur til að kaupa sem aðeins gegnum volt. Ég nota þetta ekki til dæmis en ég veit margar sem gera það. Ég bara ágætt að fá mig labbitúru eða eitthvað svoleiðis sko en þeir halda út í þeirri þjónustu að sækja mat og veitingahús og keyra hendur fólks og rukka fyrir það. Mér finnst það sem business ekkert óeðlilegt sko og ekki byltingarkennt. Þeir láta veitingahúsið borga sér 23% af verðinu fyrir að eiga þetta app. Já. Það er ekki peningur sem sendillinn fær. Sendillinn ég sá nú, það var eitthvað grein frá framkvæmdastjóranum hérna. Já, hann fær peningar sem þú borgar sem kunni. Skilst þú að allir sendarnir sjá á símanum, þú far svona mikið fyrir að gera þetta og þeir geta sagt já eða nei. En sko það sem að þeir fá, eða þú veist það er miklu ódýrara fyrir okkur, ef við ætlum að panta mat, þá er miklu ódýrara fyrir okkur að fá heimsendingu gegnum volt heldur en bara þetta sem hefur verið áður eins og AHA, heimsending, þú veist miklu ódýrara og þá spyr maður sig býtu af hverju er þetta svona ódýrt, þú veist hver greiðir raunverulega fyrir það og það er náttúrulega þessi umræða þú veist hagkerfið og störf í hagkerfinu þú veist hvernig er það sett upp þannig að þetta er þú veist oft fólki mjög viðkvæmri stöðu sem er að taka þessi störf og þetta er einhvern veginn kynnt sem svona sveigjanlegt þú ræður hvað þú vinnur mikið eða þú vinnur meira þá færðu þú veist bara meira og þetta er svona sveigjanlegt en þetta er rosa mikið óöryggi sem að fylgir raunni svona starfi sem að byggir ekki á hefðbundnu ráðningasambandi þannig að það finnst mér að vera svona stóru spurningarnar í þessu hvernig við ætlum að setja upp bara svona vinnu sko. Ég sá einhverju fyllunum það að þetta er mikið til námsmenn sem eru að gera átt á kvöldin og svona þú veist þannig að sem einhver valmöguleiki finnst mér þetta ekkert vandamál en ef þú ætlar að vinna þetta fulltime þá er það kannski ekkert sérstaklega gott mikið atvinnuöryggi í því. En líka bara að því þú þarft að útvega einhvern veginn þú veist bílinn, þú þarft að vera með góðan snjallsíma, þú þarft að útvega skilsum tæki til að halda matnum heitum og köldum, þannig hvenær ertu sko fann að ráða því eitthvað. Jú, þú þarft að fera af laununum skils mér sko. Þú veist þannig að þú leigja það og kaupa það eða ég sé þetta dreigja af laununum auglýst til sölu. Já, þannig að þú veist hvað Þetta er eins og Dickensbók. Þetta er sko, það ég sagði þessum upphæfi að því að svo er eitthvað sem fá þetta atvinnuleyfið og þá ég geti mætt í skannan og látið því svo bílíklara mína það er ekkert þannig sem að og þetta eru semst fólk sem fær atvinnuleyfi á Íslandi þetta eru þá erlendir ríkisborgarar fyrst og fremst ekki sem eru svo að leigja það til til þeirra sem er ekki með atvinnu og taka svo kött af þeirra tekjum Nei, það er ekki í lagi Það er heldur ekki í lagi að fyrirtæki sé að borga sko undir lágmarkslaunum, það er bara ekki í lagi og við höfum að venda það hér séu laun há, þannig að fólk er erfiðleikum með að ná endur saman á sko lágmarkslaunum eins og þau eru við náttúrulega ættum að bregðast við sem samfélag þegar að fyrirtæki kemst upp með að borga undir því það er bara eitt af því sem ætti að vera bara bú En hafðu ekki heyrt eitthvað svipað með leigubíla? Þetta er tíðkast lengi, svo kallar harkarar þeir eru að keyra á leiðinni hjá öðrum og haldi ekki eftir öllum peningnum þannig að þetta er svo sem alveg ekki gamla kerfinu sko ekki nýtt konsept Herðu að því við vorum að tala um VG má ég skjóta inn einu það eru kenningar það að það sem að mun reynast VG dýrkeyptast
afstaða þeirra í utanríkismálum. Afstaða þeirra í Gaza og þáttaka í þessa ríkisstjórn sem hefur verið með utanríkis- og varnarstefnu og keyrið áfram að sjálfstjórnum. Og mér finnst ég ætla bara að skjóta þið inn, sko, að við vorum að tala svona mýmisleg svika hvort þýr á þessu, að þá held ég að það sé svolítið vanmetið umræðinni hvað árið það hefur haft á sko kjósenda basa VG að til dæmis þessar heimsóknir allar á NATO og þetta svona, þessi vilji flokksins einhvern veginn. Þetta hægri menn hafa nú bent á það að Katrín Jakobsdóttir þessar forsætisráðherra sem hefur verið ákufust í því að mæta á NATO-fundi af öllu forsætisráðherrum sem við höfum haft. Þannig að ég ætla bara að skjóta þið inn að því að það var svolítið umræði þessari viku vopnasendingar til Úkraínu. Með Palestínu, ég held að það sé alveg rétt hjá með áhrifin inn í VG. Ég hef lengi haldið því fram að sko Vinstri grænn er fjölklofin flokkur. Það vinstrið, það svona græna umhverfisarmurinn, það feminista armurinn, en svona sameinast, þau hafa alltaf sameinast í stuðningi sínum með Palestínu. Þannig að þegar að þú ert síðan með Vinstri græn í ríkisstjórn og kjósendur Vinstri græn upplifa það að þeir séu ekki að styðja Palestínu, að þá held ég að það hafi mun viðtækari áhrif að því að þetta er svo mikið hjartanskjarnamál fyrir flokksmenn, heldur en margt annað, meiri segja heldur en vinstrið sko. Þannig að ég held að það, hvað varðar sko síðan fjölda funda Katrínar á NATO-fundum, að þá held ég að það endurspegli bara hversu óbáslega breyttur veruleiki við erum að horfa upp á núna. Það er ekki bara Úkraína, ég miklar áhyggjur af því hvað er að gerast í Georgíu, ég hef áhyggjur af því hvernig Rússar eru að ógna Finnum og Eystrasaltsríkjunum og þetta er bara svona breytt Evrópa sem að við verðum, sama hversu friðelskandi við viljum vera, að horfast í augu við og vita hvernig við ætlum að bregðast við. Já, við erum duglega að klappa okkur á baki fyrir það að vera friðelskandi og herlaus þjóð, en ástæðan fyrir við getum verið herlaus er að við erum í NATO og við getum ekki verið að segja að við erum til að láta peningi þetta en ekki þetta. Við höfum alltaf gert það. Nei, ekki. Við getum ekki. Við höfum alltaf gert það. Alltaf gert það. Þangað til bara fyrir örfáum árum, þangað til í Úkraínustríðinu. Erum við eyrnamerki við það peninga sem við sendum til NATO og ykkur ákveðin verkefni? Já, við höfum verið með stuðning til dæmis í Bosníustríðinu. Já, frá 2006 höfum við greitt í mannvirkjasjóð NATO eins og hver önnur þjóð. Það eru peningar sem að fara í hernaðarleg verkefni og uppbygging mannvirkjasjóð NATO, já. Við höfum borgað í NATO sem er bara rekstur og aðalskristofunni. Já, við borgum líka í mannvirkjasjóð. Og okkur er alveg frjálst. Og við höfum borgað í mannvirkjasjóð frá 2006. Það stendur meira að segja í öryggisstefnu Íslands að við tökum þátt í borgaralegum verkefnum. Og borgaraleg verkefni er ekki að kaupa vopn. Þannig að núverandi ríkisstjórn er að brjóta öryggisstefnuna sem er í gildi. Það er bara þannig. Þetta er algjör stefnubreyting og það er alveg fáránlegt að tala eins og svo sé ekki. Eins og fólk er að gera, við höfum alltaf verið í NATO og þess að höfum við alltaf verið að kaupa vopn, það bara er ekki þannig. Það verður alveg verið ljóst frá upphafi og þannig skrifaði Bjarni Benediktsson eldri undir samninginn, benti á að við værum herlaus þjóð og okkar staða væri allt önnur heldur en annað þarna inni. Já, við höfum verið að greiða til, við höfum ekki verið að kaupa vopn, ég skal alveg áhuga til núna, en við höfum verið að greiða í mannvirkjasjóð sem að byggir upp hernaðarlega getu NATO í Evrópu. Ég meina það að taka við fólki af vígvellinum og hjálpa því að fá gervifætur. Þannig að það getur unnið í hagkerfinu. Það er líka til þess að styrkja Úkraínu í hernaði. Sem við erum að gera. Já, en það er munur á því að kaupa vopn, þar sem við erum herlaus þjóð og kaupa vopn til þess að þú sé drepinn. Það hingað til hefur við bara ekki fallist á það. En það hefur verið breytingi sem átti sér stað í þessari ríkisstjórn og hún er núna í umræðinni þessari viku meðal annars vegna þess að forstaframbjóðunir, flestir, fyrir utan Katrínu og Jóngnar, andmæltu þessu. Og sérstaklega og langsterkast Halla Tómasdóttir sem hefur leitt til þess að núna í þessari viku bæði Diljá Mist, Einarsdóttir, formaður utanríkismálanefndar og Þórdís Kolbrún stíið fram til þess að réttlæta þessi kaup og það er komið svona ágreiningur á milli tilvonandi forseta kjörisforseta og ríkisstjórnarins og það er út af því hversu
drastísk og byggð á þessu áhættumati þínu að þetta sé bara öryggishagsmunir Íslands séu mestir í Úkraínu, en ég bara ekki sammála því að það sé einhvern veginn bara hafi fallið að himnum á hann. Það engin umræða búin að vera það í íslensku samfélagi. Það bara eitthvað svona eintóna áróður þar sem allir gangast upp í það og tala þetta svo sjálfsagðar hlutur, að við höfum nákvæmlega sömu öryggishagsmuni og Eystrasaltsríkin sem bara fráleit hugmynd. Annars að það var í Írland og Malta og Austurríki og Sviss gengin í NATO bara nú þegar. Það ekki. Nei, við höfum bara fengið Noreg og Svíþjóð og Finnland. Já, þau hafa metið það þannig. Finnar líklega út af nálæðinni og voru kannski alltaf á leiðinni að það. En það ekki þannig að þessu öll ríki í Evrópu sem eru með þessa stefnu, sem að íslensk stjórnvöld eru með, að taka útvista öryggisstefnunni til Pentagon eða Zelenski. Það bara ekki þannig. Já, en þegar við erum í NATO, þá hefur það áhrif á hvernig við metum öryggisstefnun okkar. Nei, það við erum búin að vera í NATO síðan 1949. Já, það ekki þannig að NATO sé einn hugur. Það eru mjög ólíkir hagsmunir. Þeir sem eru með landamærið á Rússlandi líta svo á að þessi öryggishagsmunir sínir að brjóta niður Rússland, þannig það geti aldrei orðið ógn. Það engin hagsmunir Íslands. Íslendingar hafa átt alltaf góð samskipti við Rússland, áttu góð viðskiptasamskipti við Sovétríkin. Sovétríkin viðurkenndu sjálfstæði Íslands, ekkert upp á Sovétríkin að Rússland að klaga. Þannig það er alls ekki þannig, og þá ekki að segja að þeirra mat sé ránt. Það eru bara ólíkir hagsmunir. Bandaríkin hafa hagsmunir af því að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu til þess að Evrópa geti ekki orðið sterkt með Rússland inni. Það ekki öryggishagsmunir okkar. Það ekki sem öryggishagsmunir Evrópu. En það engin umræðu þetta, það bara eins og við séum búin að útvista öryggisstefnunni til Pentagon og við höfum ríkisstjórn sem að Bjarni fór, að tala við kongaða prest og let 16 milljarða í vopnakaup til Úkraínu. Það ekki öryggishagsmunir okkar að það verði auki stríð í Evrópu. Það er auki stríð, því meira sem er af vopnum, því meira stríðið. Líka hvar endar þetta sko, þú veist hvar einhvern veginn bara þessi vopnakaup sko eru svo gríðarleg og það einhvern veginn verið að tala það svo sérkennilegt sko þegar þú tala fyrir friði að þá næsta orðið vopnasendingar. Þú veist það bara gengur ekki. Já en sko það eru öryggishagsmunir Evrópu og þar með Íslands að Úkraína nái að hrista Rússana af sér og til þess að þeir geti gert það þá þurfa að hafa hvernig hefur það gengið? Þetta hefur náttúrulega verið, þetta er náttúrulega skelfileg staða, þetta hefur gengið illa, það eru báðir aðalega búin að... Verður það ekki sjálfsagt að endurskoða stefnuna? Það þarf náttúrulega að enda þessi átök með einum hætti öðrum, en það verður ekki, ég myndi ekki segja að besta leiðin til þess var að láta Rússana valda yfir Úkraínumenn sem þeir myndu gera ef Úkraína fengi enga hjálp frá NATO. Þess vegna verður að vera... Það er heldur ekki besta lausnin að láta Rússana valda yfir Georgíu. Það er ekki besta lausnin að láta Rússana valda bara yfir Austur-Evrópu eins og hún leggur sig. Þessi mál hafi ekki komist til umræðu á þinginu einhverja vegna, af því að þingið hefur útvistað öryggisstefnunni sinni og utanríkisstefnunni til Sjálfstæðisflokksins sem að útvistarinn aftur til Pentagon. Það er engin umræða inn á þinginu verið, ekki á þínu flokki, ekki í Samfylkingunni, engu flokki. En þetta kom til umræðu í forsetakosningunum vegna þess að þetta hvílir á fólki. Halla Tómasdóttir sem var kjörin forseti, hún sagði ekki bara að vera á móti vopnasendingu til Úkraínu, heldur sagði hún það að við ættum að beita okkur fyrir friðarviðræðum. Og þá er hún ekki að vísa til friðarviðræðanna sem eru núna í Sviss í lokvikuna þar sem öllum er boðið nema Rússum. Hún var ekki að vísa þess. Hún var að vísa til þess að við, það verður að stoppa þetta. Það er orðið ljóst, öllum ljóst sem hafa augun opin að þetta mun ekki enda með fullnaðarsigri í Úkraínu á vígvellinum eins og okkar stjórnvöld hafa verið að segja og eins og er rökin fyrir því að senda 16 milljarða í vopn til þess að drepa Rússa á vígvellinum. Þannig að lausnin er frekar bara að leyfa á Rússum að... Nei, lausnin er að byrja strax að tala fyrir friði. Öll stríð enda með friðarviðræðum. Já. Þetta hefur kannski ekki verið rifist þetta mikið í þinginu vegna þess að það er frekar mikil samstaða það á þingi að verjast afgangi Rússa með því að styðja Úkraínu. Er það ekki ástæðan? Jú. Það bara hefur allt... Þú ert í miklu minniluta með þessar pælingar sko. Já, en byrju það sem við vorum að ansnúin þessar stefnu, sögðum í upphafi, það hefur gengið eftir. Það sem að þið, sem að voru að tala að það væri bara stutt í það að við myndum Úkraínumenn með stuðningi okkar myndu sigra Rússa á vígvellinum, Rússland myndi brotna saman, rússneskur almenningur... Ég veit ekki á hvað þú hefur að tala, hvað er greinlega ekki við samt. Þetta er lína frá þinginu. Þetta er lína frá þinginu. Þetta er snjókarl sem að þú er bara búa til. Nei, að viðskiptaþingarnir myndu brjóta niður rússneskan efnahag þannig að þeir ætti ekki efnahagsstand í stríðinu, að rússneskur almenningur myndu varpa af sér Pútín og við þannig að það er fullnað sigur NATO þarna. Ekkert að þessu gengi eftir.
Þannig að ég held að þessi komið tími til að hlusta á þau sem voru með varúðar orð við þessu fyrir rúmum 2 árum og hætta að hlusta á Þórdísi Kolbrúnu og félaga sem hafa rekið ranga stefnu allan tíman svo mikið að meirihluti forsetaframbjóðanda, þeir sem fengu meirihluta fylgi, eru bara ansnúin utanríkisstefnu stjórnvalda og þá eru við komið með svona stjórnargreppu í eina skipti sem almenningu fekk að þetta mál til umfjöllunar var í forsetakosningunum vegna þess að óttinn við það að vera líklega kallar Pútinist inn á þingi eða þannig að það bara rennur allt í gegn, varnarsamningu við Úkraínu, 0 umræða. Allt sem hefur verið gert í sambandi við það, 0 umræðin á þingi. Þingi er algjörlega óhæft að tala mestu öryggishagsmuni Íslands sem að endurskoða þessa stefnu sem núna. Algjörlega óhæft. Vegna þess að þetta svona einhver vinsæla krakkaklíka, það þolir enginn að vera með andstæðu skoðanir eins og þú ert að benda á, að ég sé svo miklu minnihluta með þetta. Og þess vegna ætti ég að hafa þína skoðanir svo sem meirilutin hefur það. Ég var ekkert að segja að skipta skoðun. Já, við getum ekki tekið ákvarðanir öryggismál út frá þessu. Við erum löngu fallin tíma. Eitthvað sem að... Þau vilja kannski segja eitthvað. Sem brennur í skinninu. Ég held bara að þetta sé bara rangt mat hjá Gunnari Smára í þessari öryggisumræðu. Þetta er Úkraína sem vera að sigra Rússa á víglunum. Ég held að það hafi bara ekki verið... Nei, það er enginn að fara að sigra í þessu stríðu. Þetta er bara... Nei, þá ekki að fara að bara halda áfram. Nei, það þýðir samt ekki að það sé rétt að leggjast á baki gagnvart Rússum, sko. En ég er ekkert að segja að það er engin einföld lausn á þessu. Ég held að það sé svona kannski það eina sem við getum kannski öll verið sammálum. Það er það sem ríkisstjórnin hefur notað til þess að hafa enga lausn á neinum málum. Það er svo flókið. Þess að gefur engin lausn. Þetta er svo mikilvægt mál. Það er verið að fórna úkraínsku þjóðinni. Það er þú veist að horfa bara á aldurspíramítan. Er verið að fórna úkraínsku þjóðinni sem að stendur í því að verja sjálfa sig gagnvart innrás. Við erum að tala innrásarstríð þarna. Úkraínska þjóðin, herinn sem að er í Úkraínu er að verja sig. Höfum þá hreinu, hann er að verja sig. Þeir eru búin með herinn. Já, hann er að verja. Það er verið að verja þjóðina. Það er verið að verja landið. Já, en þeir eigi ekki meiri mannafla. Já, og þú ert bara að segja, við erum bara að hætta þessu. Þeir eru bara að hætta þessu. Nei, við erum að fara að vinna friði og viðurkenna mistök okkar að þessi stefna sem að Bandaríkin hafa rekið í Afganistan, í Írak, í Líbíu, í Úkraínu og núna á Gaza líklega, gengur ekki upp. Þú finnur ekki frið með hernaði. Við verðum bara að fara að horfast í augu við það og fara að vinna að friði. Þannig að þá bara veifa hvítum fána frá manni Rússa. Er það sem þú átt að segja? Nei, þú bara býður til viðræðinu til þess að byrja með. Þessi valkostur að annarkvort stendur með fórnum, það eru horfnar heilu kynslóðurnar í Úkraínu. Vegna þess að það var ráðist inn í landið. Vegna þess að í staði fyrir að semja frið sem að stóð til boða í maí 2020. Vegna þess að það var ráðist inn í landið. Já, það var ráðist inn í landið. Já. Og akkur var ráðist inn í landið? Akkur var ráðist inn í landið, af því að Rússar vildu tryggja hagsmuni sína. Sem að vitað. Sem að var vitað. Þeir vildu tryggja það að þeir væru með landsvæði lengra inn í Evrópu heldur en landamæri þeirra sögðu til. Já, þetta var vitað. Á meðan ríki eins og Úkraína, á meðan ríki eins og Georgía og fleiri ríki eru að horfa til þess að þeir vilja byggja upp meira vestrænt, meira frjálslynt ríki. Þeir vilja ekki fara undir hagsmuni Rússa með sína yfirráð og ógnarstjórn. Þeir vilja það ekki. Og síðan er bara að tala um það að þessar þjóðir megi ekki ráða sér sjálfar heldur eigi bara að hlýða Rússum. Mér finnst þetta bara ótrúlegt hvernig það er. Það verða Kúbverjar að setja sig við. Þeir eru búin að vera í viðskiptabanni frá Bandaríkjunum sem að ég held að við tökum þetta í. Síðan 1960 eða 59. Það settaði við. Og það sættaði ríkið sig við sem að búa við hliðina á stórveldum sem eru kjarnorkuveldi. Við ákveðum það að þau ættu ekki að taka til þess. Við vorum ekki eins og að velta fyrir okkur. Kannski gætu við farið inn í Evrópusambandið en við myndum hafa þetta sem hlutlaust ríki. NATO ákvað það að þeir ættu að ganga inn vitandi að Rússland myndi bregðast við með innrás. Vitandi. Og þess vegna eru okkar utanríkisráðherra og fleiri sífellt að þrástagast á því að það veri fyrirvaralaus innlás og okkar vera, en þess að þau vita betur að þau hafðu augrað Rússum og skiptir engum máli hvort að Pútín sé þarna eða Stalin eða keisarinn eitthvað. Augra Rússum með því að segja hvað þjóðin vil gera sjálf. Þegar upp er staðið og þannig virkar heimsmálin. Það búið að vera að mála einhverja mynd um það að uppreisnin á Maidantorgi hafi verið að vestrænni forskrift að menna þetta var bara stóru hluta til ungt fólk
í Úkraínu sem að vildi ekki fara rússnesku leiðina. Bara vildi ekki fara þá leið, vildi horfa til þess hvað að gerast í Evrópu og vildi fara í Evrópusambandið. Vildi fara þá að tryggja sína hagsmuni með því að fara í NATO ef hægt væri til þess að verja sig gegn rússnesku ógninni. Þannig að þeir horfðu líka til þess að þú sérði eins og Eystrasaltsríkin sem að væri örugglega löngu búið að ráðast inn á af rússum ef að þeir hefðu ekki verið teknir inn í NATO. Unga fólkið þitt, það var, gerði uppreisn í landinu, velti stjórnvöldu frá vegna þess að það vildi tengjast Evrópu. Og það vissi það að leiðin til þess að tengjast Evrópu var að hafa bandarískar herstöðar inni í Úkraínu og að rússar myndu rísa upp og gera innrás í landið. Og þau hugsuðu það, þetta fólk, já, við erum til í að fórna þessu. Nei, það var ekki þannig. Það var logið að þeim að innganga inn í NATO myndi tryggja þeim frið. Og NATO hefur ekki staðið við það gagnvart þessu fólki, heldur fórnað heilu kynslóðunum. Fyrir ekki. NATO lofaði að geta tryggt frið í Úkraínu og þau væru tilheyrðu Vesturlöndum sem það gátu ekki gert. Er Úkraína í NATO? Það orðin, ég man ekki hvað það heitir núna. Er Úkraína í NATO? Það á leiðin í NATO. Er Úkraína í NATO? Það í einhverju svipuðum stað og Rússland var í NATO 2006. Það sem var verið að reyna að byggja brýr yfir til Rússlands. Sem að bara gekk ekki að því að Rússland var ekki alveg að þykja bandarískir og franskir hernaðarsérfræðingar inn í Úkraínu. Úkraína að berjast með vopnu frá NATO. Þau fengið núna heimild frá NATO til þess að sprengja inn í Rússland með þessu vopnum til þess að stigmagna þetta. Væri Úkraína í NATO, þá hefði ekki verið ráðist í NATO. Nei, á Úkraínu. Það hefði Rússandir ekki komið. Ekki frekar heldur en þeir hefðu farið inn í Eystrasaltsríkin. Það vissu allir, og bara kanslari Þýskalands og forseti Frakklands, að Úkraína geti aldrei farið inn í NATO án átaka við Rússland. Þetta vissu menn. En samt held NATO áfram sem að heldur í fram að sé verið að tryggja frið í Evrópu, sem að kveikti stríð í Evrópu, sem að getur ekki slokknað og nú verið að samþykkja það að nota NATO-vopn til þess að skjóta á skotmörk inn í Rússlandi sem stigmagna átökin og við erum á hraðleið, við erum nær kjarnorkustyrjöld, hefur nokkuð tíman verið. Og lausnin á íslenska stjórnvaldi það, sendum meiri vopnatinn. Vopnum þetta ennþá meira. En við getum rætt þetta Ég held að þetta sé bara mjög mál sem við ættum að ræða hér alla daga. Vegna þess að við höfum aldrei verið nær raunverulega bara einhverju stórkostlugum hörmungum inn í Evrópu. Já, ég að bjóða, við erum að sitjum eftir, bróðir, þá getum við farið vel yfir þetta. En Svanborg, Þórður og Sanna, takk ykkur fyrir komuna. Og fína þótt. Tryggist á, svona átt að vera. Takk fyrir. Já, svo erum við bræður hérna eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Já, við sittum hérna eftir, ég og Sigurður bróður minn, segjum að við ætlum að ræða pólitíkina. Já, en svona í framhaldið sem að segja áðan, þetta myndi mér svolítið á tala kjarnorkuógnina og vilja friðarviðræður. Þetta náttúrulega það sem að Ástór var með í sinni partu, hann fekk ekki nema 0,1%. Hann bara ótrúverður eða hvað ætla þetta sé?
Það hún var hún Svanborg. Já. Ég held að sé í könnunum að 40% þjóðarinnar vilji ganga í Evrópusambandið en það Viðreisn fær bara 7% í könnunum. Já. Það er ekki alltaf gefið að sé verið að kjósa tiltekin mál. Ég held hins vegar að þessi sjónarmið sem að Halla Tómasdóttir var með og þú heyrðir að meiri segja Baldur var að svona að andmæla þessum vopnasendingum og eitthvað hlera, að þetta afstæða sem að hefur hljómgrunn í samfélaginu og ég held að þetta hafi skipt til þess máli á því að fólk var ekki að kjósa Katrínu Jakobsdóttur sem að stendur fyrir þess að stefnu. En má ég skilja þannig líka að svona þeir svona hörðu í Sjálfstæðisflokknum, ég segi nú kannski ekki í skrímsladeildin en þau hörðu að þau séu að fara gegn orðum Höllu Tómasdóttur og verði þá kannski alveg að því fram að hún tekur við embættinu. Það minnst að Diljá Mist byrjaði held ég á mann sem formaður utanríkismálanefndar. Formaður utanríkismálanefndar. Og svo kom þessi grein sem að Þórdís Kolbrún birti bæði í Mogganum og Vísi sem nú svona bendi til þess að svona áherslu. Það sem hún var að réttlæta vopnaköpinn og haldaði fram að þetta væri bara business as usual og með alls konar svona skringilum rökum en kannski fyrst og fremst það að svona sem svolítið blekking að ef að Úkraínumenn biðja vopn þá verður láta að fá vopn almennt Úkraínumenn að biðja vopn sko. Það eru fjölmarga þjóðir í NATO og sum eru með vopnaframleiðslu og senda þeim vopn það er ekki þannig að ef að við kæmum með gervifætur og sáraðumbúðir til þess að sinna sko öllum herskara sem kemur af vígvellinum bara örkumlaður og það er náttúrulega hluti af uppbyggingu Úkraínu að koma þessu fólki þannig að það geti sko tekið þátt í einhverju störfum að þá er ekki þannig að sko Zelenski eitthvað voðalega fói eitthvað yfir því það er bara, ég held þetta að sé þannig að við erum með stjórnvölduna sem hafa bara beitt sig undir kröfur þeirra sem að sitja ykkur starf við borðið að allir verði núna að fara að kaupa vopn. Já, þetta er sem sagt afleiðingar svona fínumannafundunum. Já, það sem að þú vilt vera leiður á því vera alltaf að segja að við erum lítill auðmiki norður í landi og norður í hafi og erum ekki neitt her og erum allt öðruvísi þið og erum bara svona af allt öðru forsutum erum ekki stóru köllunum og við eigum engar orður fyrir hafa tekið þátt í stríði og það er engin ekkert skraut á öxlunum á okkur eða neitt svona og vilja vera bara eins og hinir. En þeir sem að sitja við borðið, að það sem náttúrulega drífið þetta áfram, náttúrulega hergagna maskína Bandaríkjanna og pólitíkin í Bandaríkjunum eru þannig að meiri hlutin öllu þingmönnum er á styrkjum frá hergnaframleiðendum og þegar Biden að hvetja, tók 10 mánuði ekki að koma því í gennum þingið að fá samþykki við auknum framlögum til Úkraínu að þá var það gert með þeim rökum að Siggi minni þetta verður framleitt í þínu kjördæmi það er ekki vopnaframleiðsla í þínu kjördæmi og við erum búin að senda svo mikið að dóti þannig að fyrst og fremst erum við bara að framleiða nýtt dót til þess að við eigum til þess að verja okkur einhvern veginn svona voru rökin hjá Biden og auðvitað það hagur Pentagon að sem mest af Evrópulöndunum hendi peningum inn í framleiðsluna á vopnum í Bandaríkjunum en ég held að flest lönd Svíjar framleiða mikið af vopnum þeir setja kannski í vopn, við framleiðum ekkert af vopnum þannig að við erum bara að kaupa þetta hendur svo inn í hergagna maskínu þannig að ég held að það er engin að biðja okkur raunverulega ef við myndum segja sem svo í fyrsta lagi á stríðið það gegn öryggisstefnu Íslands sem að segir að við tökum þátt í borgaralegu verkefnum Í öðru lagi þá stríðir þetta gegn stoppsáttmála NATO af því að Úkraína er ekki NATO. Við erum að senda vopn út fyrir NATO, út fyrir landamæri NATO og þar fram til göttunum og svo líka bara að horfa á það að við erum vopnlaus þjóð. Við getum ekki varið okkur, við erum 400.000, við getum ekki haft her til að verja okkar stóra land og okkar stóru landamæri sem eru lögsögu. Og við erum bara undir það búin að ef það verður brýst út styrjöld að það er bara sá sem kemur fyrstur hann nær okkur síðast voru það Bretar og Bandaríkjamenn tóku svo við svona hálfpartinn treystu því að verði eitthvað svipað þannig að Bandaríkjamenn líti á það sem sína hagsmuni að taka Ísland en þeir munu ekki gera það fyrir okkur þeir munu ekki gera það þegar eru vina þjóð okkar þannig nefnilega
Þannig eru og við sáum þetta í hruninu, mástu geta því. Það var alltaf að tala um að vinaþjóðir okkar, Bandaríkjamenn væri vinaþjóð okkar og þess vegna ættum við að fá svona gjaldeyrisskiptasamninga eins og Norðurlöndin við fengum það ekki. Við heldum að Norðurlöndin væri vinaþjóðir okkar og myndu koma og lána okkur eitthvað, við fengum það ekki. Það var Rússar sem að bjóða okkur lán. Og það voru Færeyingar. Það er miskilningur í því að saman. Já, ég held að það getur ekki að hafa verið svo mikill miskilningur að Davíð hafi upplifað að væri verið að bjóða lán og það væri bara ekki til í því, sko. Jú. Já, ég held að Nei, þetta var svo ekkert eftir þetta spurðist út og kom í fjölmiðla. Já, en ég man eftir, ég var ekki láfið að Ólafur Ragnar segði eitthvað svoleiðis, hann leiti á þessi svo mikið svik okkar vinaþjóða að ég held að hann hafi verið að gæla við það að hvort að Kínverjar getur bara tekið yfir Keflavíkurflugvöll og notað það sem svona flugskiptuhöfn, eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi gömlu kaldastríðs kallar að þeir upplifðu fundu það að þegar á reynir að þá er engin annars bróður í leik, sko. Og varðandi öryggishagsmuni, þá er það þannig að öryggishagsmuni ráða alltaf á endan. Úkraína er núna að brjóta sig niður á steinöld út frá öryggishagsmunum. Rússland var til í stríð við öll vesturveldin út frá öryggishagsmunum. Það er örugglega ykkur hagfræðingur geta reiknað út að við græðum náttúrulega ekki okkar mestu hagsmunir eru það að halda gassölunni áfram til Evrópu og eitthvað svona. Þannig við ættum ekki að gera þetta. En þegar kemur að öryggishagsmunum að þá gilda þeir bara. Þá eru ríki til í að fórna efnahagslegum hagsmunum til að fórna alls konar hagsmunum. Þetta er svona grundvöllurinn að því að þetta er kallað realism, að geta hort á ólíka hagsmuni, ólíka ríkja og þeir sem að horfa þannig á það er að horfa á, það er svo ólíkir öryggishagsmunir innan NATO. Þú veist, öryggishagsmunir Eystrasaltsríkjanna eða Póllands, tala ekki ef við ætlum að tala Úkraínu með, eru bara allt aðrir heldur en Belgíu eða Íslands eða bara allt aðrir. Og svo er það öryggishagsmunir Bandaríkjanna sem er heimsveldi sem að vill ekki að neitt ríki nái að verða svo öflugt á sínu svæði að geti mögulega ógnað Bandaríkjónum í Bandaríkjónum, bæði norður og suður. Og þess vegna er það öryggissjónarmið margra í Bandaríkjónum að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu. Það var Hilmar Þór Hilmarsson sem kemur stundum til mín að ræða þessi mál. Hann hefur sagt að hugmyndin á bak við NATO er að halda Rússum frá Evrópu, halda Bandaríkjamönnum inni og Þjóðverjum niðri. Þannig að það vaks ekkert inn í Þýskalandi, skiljanlega út af sögunni vilja menn halda í Þýskalandi inni. Land sem hefur tvisvar farið í stríð og ákveðið andstæðingur þessi heimurinn. Þannig að það er reynt að halda því svolítið niðri. Og sömuleitið, og ég meina er þetta hagsmunir Evrópu, að við séum ekki með eðlileg viðskipti við Rússland, ef við gleymum bara Pútín og öllu þessu, horfum bara 30-40 ár fram í tíman, er það betra fyrir Evrópu að eiga eðlileg samskipti við Rússland, að Rússa sjá haga því að flytja allar auðlindir sínar yfir til Evrópu frekar en Kína? Já, ég held að. Bara langtíma hagsmunir Evrópu er að eiga góð samskipti við Rússland. Þannig að það er þetta sem er svona brotna upp og við höfum verið að kalla eftir við þetta rauða borða, það sé bara að tala um þetta af alvöru í staðin fyrir þessum skætingi sem að mér finnst einkenna Diljá Mist, Þórdísi Kolbrúnu. Og þetta, ég meina hvað áttu við að við höfum bara láta Rússa taka París eða eitthvað sem að veit ekki hvort það sé raunveruleg. Nei, verður ekki mínu lífi veldi. Herðu, nei, og þetta held ég hafi haft áhrif á gengi Katrínar Jakobsdóttur í fastakostningu. Já, ég ætlaði að tala um hana. Hvað býður hennar? Ég veit ekki, bara hún er búin að vera þarna í þeytivindu sem forsætisráðherra svolítið lengi. Jú. Og svo fer hún í þetta forsetaframboð sem að voru 6-7 vikur. Já, og rándýrt. Ég veit ekki hvort hún sé bara, það var nokkur aðri sem borguðu það. Þannig að ég heldur sé bara já, en á það getur að koma fram hverju það eru. Jú, það er þú átt að skila þessu inn í til ríkisendurskoðunar. Alltaf verði ekki svona með haustinu. Það fara að koma þessi uppgjör. En það er eðlilegt að taka eitthvað tíma. Kannski, þú veist, eitthvað kostingaskrist og menn var að kaupa
auglýsingu í Feiki í Skagafirði og hitt og þetta, þannig að reikningarnir þurfa allir að koma inn og eitthvað svona, þannig að það tekur ábyggilega 3-4 mánuði að ná þessu saman. Þú veist ekki loka þessu svo allt í því kemur ykkur auka reikningur og stenda leiðréttingu, þannig að þú býður. Það var sagt sko að þetta væri stórefna fólk sem að vera stríðana, ríkasta fólki á Íslandi. Sástu landsleikinn? Nei, ég fylgdist með honum, ég var ekki með aðstöðu, þannig ég var að horfa á hann bara með því að rífressa fréttamilana. Þetta var það var eins og Friðþjófur, hann heiti Friðþjófur að millinafni landsliðsþjálfari Íslands. Og það er eins og hann hafi leitað í smiðju Lars Lagerbäck. Það var vinslan á leiðinu var alveg með eindæmi flott. Og þetta var bara einstaklega flottur leikur. Það lítur að hafa verið gaman hjá drengjónum að vinna Englendinga á Wembley. Já, það er eiginlega uppselt. Og sjá í sjónvarpinu þegar að Englendingin voru að fara af vellinum, voru búin að gefa upp alla von, það er kannski 5 mínútur eftir. Þeir sáu bara þetta, þeir ekkert við það. Það er nú ótrúlega uppgjöf. Það er náttúrulega alltaf að ná inn einu marki. Fólkið, ég meina áhorfendurnir, þeir voru bara fannir í fílu. Svo að púað í lokin. Já, þeir eru ekki, taka ekki tapi vel, Englendingar. Nei, og það er líka eins og Jói Berg, hann hefur tvisvar spilað við Englendingu inni í bæði skipti. Þetta er náttúrulega, þetta er mjög sögulegt, og þeir eru að fara í Evrópumótið og það er ekkert gaman að fara með sem síðasta leik tapi gegn Íslandi á Wembley. Það getur samt verið gott að fá svona löðrungin áður. Já. Það fyrir að fá hann í fyrsta leik. Já, við erum álíka mörg og Íslendingar, álíka margir Íslendingar og íbúarnir í Coventry. Þannig að þú sérð stærðar munin og öllu Já, það er bara 11 inn á vellinu mínu. Já, en úrtakið á að vera mikið meira hinum einn. Já, þeir fá svo lítið að spila nú, hvað eru margir Englendingar í þessum Manchester United og City og Arsenal. Ég tel þetta nú stundum það eru frá einum upp í 3-4 og jafnvel held ég að Manchester City það var engin í byrjanlega. Þetta var nú reyndar til umræðu núna í vikunni að City er að stefna breska eða enska knattspyrnusambandinu og það var svona umfjöllun það á RÚV held ég hvað peningarnir hafa breytt fótboltanum mikið það er gert það og sem að leiði til hrörnunar það er nú ríkt fólk er náttúrulega eyðileggingarafl og þá gerist þetta þannig að kaupir þetta einhver svona sem skraut eign hendur í þetta einhverjum peningum og svo gengur þetta bara svona en það sem að gerist er að það er hægt að því að þetta er ekki eigu áhanganda að þá er einhver framkvæmdastjóri sem að rekur þetta þannig að það er að fá hámarksverð fyrir miðana og þú fær það með því að selja túristum þetta og það þrengir alltaf að hennu raunverulegu fylgjendum og allir áverða pallandi fullir af einhverjum bara túristum og þannig að stemmingin er að deyja og mun deyja út. Já, en svo er það líka fyrir okkur sem höldum með öðru lið en þessum stóru að þá er það sem halda með Vestham og þá eru þar nokkri leikmenn sem eru góðir og vekja athygli og þá hafa þessi óendanlega ríku keypt þessa menn í burtu og það er alltaf að byrja upp á nýtt að byggja upp og svo jafnvel endar fyrirlin þeirra nánast þar því þeir fara bara inn í einhvern stóran hóp og fá lítið að gera og jafnvel þannig að þetta er eyðileggingarafl sem hennir ofsaríku eru algjörar engilsbrettur og étu upp akurinn og skilja hann eftir ónýtan. Ég man ekki sem hvað maður heitir, hann hafði verið í Leeds miðjumaður þar og staðið sér mjög vel og valinn í landsliðið og bara allt í góðu. Kaupir Manchester City hann og hann hafði ekki spilað leik í heilt ár þegar að Vestham fekk hann leiðan í vetur og hann gatar þetta ekki neitt að því maður var ekki neittni leikþjálfun en þá var sem sagt, hann var í enska landsliðinu, stjarnan í Leeds, keyptur og bara búið. Þetta er eyðandi
Svona þetta í tæknigeranum, það eru kannski svona Google og Meta, heitir það ekki, Facebook og félagar, að þeir allt sem að hreyfist að þeir kaupa það og maður heyrir það alveg á yngra fólki að sko draumur og svona ungra athafnamanna er að búa eitthvað til þess að ríkikallinn kaupi það og þannig að svo getur þú bara retired bara 32 ára búin að byggja upp eitthvað fyrirtæki en þá kaupa þau allt sem að hreyfist og svo nota þau náttúrulega bara að sumta þessu bara hrörnar upp á degir því að fyrst og fremst eru það að kaupa í burtu samkeppni alveg eins og þegar þeir eru að kaupa hennar mann frá Leeds og það var ekki endilega notan þeir bara vilja ekki að Leeds styrkist og þannig virkar allir markaðir ég sé hvað þetta er eyðileggjandi sko. Ég meina, þú sér þetta bara í Hagar, eins og var þetta bónus og svo samanæðist þetta Hagkaup og svo keyptu þetta 10-11 og svo hafa bara keypt allt sem að hreyfist. Þannig að það verður aldrei til neinn samkeppni til þess að búa til, þannig að verða bara einhverju stórir aðilar eftir á markanum. Þetta er bara eyðileggingar áhrif af svona þessum kapitalisma sem að leiði til fákeppni og einokunar og það er bara einokun núna hvað er Manchester City búin að vinna 5 sinnum að síðustu 6 eða eitthvað? Já, allan að síðustu 4 ár sko, sem er einsdæmi. Þetta er öðruvísi til dæmis í Barcelona. Þar eru félagarnir sem eiga þetta að einhverju leyti, en svo er þetta einhverjir kappójar sem er að reka þetta og gera alls konar svona samninga við hinn og þessa til þess að halda þessu á lífi. En það er og ég held að þú finnur það ef þú ferð á heimavöllin þar frekar heldur en að þú ferð á líklega Manchester City eða eitthvað þetta er Paris PSG í Paris það er svona félag sem að vantar söguna og þess vegna hefur alltaf verið svona svolítið veikleiki í því að þeir hafa ekki svona sýnilega, raunverulega langa stuðningshefð þetta sama og er með kaupmannafnalið sem gerir svona og endanum mun náttúrulega meiri segja Liverpool og Manchester United enda svona, það verður bara einhverjir fólk í Reykjavík og Accra í Ghana og Seúl í Kóru sem að verða áhangandendur. Og ástæðan er svo að framkvæmdastjórinn vill freka fá túristana á völlin er að þegar túristin kemur á völlin þá kaupir hann búninga og minjagripi og þannig hann eyðir kannski 5-falt á við áhangandan og þegar peningarnir á það þá endanum með þá tegir framkvæmdastjórinn sig eftir þeir sem eyðir meiru þó svo hann er raunverulega að sé liður í því að eyðileggja þetta. Heyrðu, ef við ekki að fara út í sólina og þakka fyrir okkur í dag. Þú ferð alltaf með rumsu hér í lokin. Já, hún er vinsæl. Ég þakka þér og okkur sem á okkur horfðu og á okkur hlýddu og þú átt að loka orðið. Já, ég ætla bara að taka undir það og þakka Sigurjóni fyrir hjálpina og Pétri fyrir að taka upp og senda út og gestunum sem hingað koma og ykkur sem að voruð að hlusta og breyttu þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðunar sem hefur byggst upp af góðri afspurn. Ef við segjum vinum á vandamönnum frá efni sem ykkur líkar að þá kíkja þau á efnið og þar með stækkar dreifikerfi okkar. Þið getið sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðarsveitum. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það er 89,1 á FM en það má líka sækja þær útarsendingar á spilarann sem er á netinu spilari.is en svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður og setja í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Mér gengur svona erfiðlega að ná sambandi við Vodafone og Nova því að einkafyrirtæki eru svolítið svona eins og góðsögnin eru ríkisstofnanir. Það er orðið erfitt að ná sambandi við fólk og þau eru erfiðleikum með að taka ákvarðanir sem eru einhvern veginn annað en svona bara dagleg rútína en kannski mun einhver rökkva til innan þessara fyrirtækja og ákveða það að bjóða sína viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða hér í þessu þætti og við rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur byggst fyrst og fremst upp af áskrifendum. Það er fólk sem hefur ákveðið að samstöðin sé einhvers virði fyrir Íslands samfélag og ákveðið að leggja til áskrift 2.500 krónur á mánuði. Ef að þú vilt slást í hópinn þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónum eða þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur
samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyri í boði áskrifenda og þakkum við kærlega fyrir. Ég verð hér næst á morgun klukkan 8 að þá munum við ræða samfélagið okkar, heiminn og kannski okkur sjálf. Njótið þess sem eftir að helginni. Það misjafnt veður landið en það mun koma sumar á endan. Takk fyrir mig í bíli. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.